Jæja, sælverið og velkomin á þetta málþing sem málþing átaksverkefni í jarðfræðikortlagningu. Var það ekki líka jarðminjar? Var það ekki líka, já, og skráningu jarðminja. Það býður okkur spennandi dagskrá í dag sem að ég ætla nú aðeins að fara yfir hérna í fljótu máli. Að það verður sem sagt fyrst að þá mun Herdís Helga Skokka fjalla yfirlit þetta átaksverkefni í jarðfræðikortlagningu og skráningu jarðminja. Síðan mun Ögmundur Erlendsson, hann mun fjalla jarðfræðikortlagningu á gosbeltunum og hálendinu. Síðan mun Birgir Vilhelm Óskarsson fjalla jarðfræðikortlagningu á Austurlandi og að lokum að þá mun sem sagt hún Sigurveig Árnadóttir fjalla jarðfræðikortlagningu á Blágrýtis stafla Eyjafjarðar. Og eins og þið vituð öll sem eru hér og ég tek það fram að þessu líka streymt á Facebook og í gegnum heimasíðu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins að þá eru einhverjir tugir sem eru að fylgjast með okkur og þannig að þetta vekur athygli og eins og ég segi löngu tímabært að við skulum vera í þessum sporum í dag. Svona til gamans að það langar mér aðeins að ég sá fyrir nokkru, nú held ég 1 eða 2 ár síðan, að þá var auglýst eftir starfi á Náttúrufræðistofnun Íslands einmitt í kortlagningu. Og það var oft sem að í svona atvinnuauglýsingum að þá tekið fram hæfni í mannlegum samskiptum og allt þetta. En í þessari auglýsingu þá var talað gott líkamlegt atgervi. Þessar 3 fjallageitur þarna auk annarra sem koma að þessu, þetta náttúrulega gríðarlega krefjandi kortlagning og þið eigið heiður skilið. Síðan í lokin að þá munu þau 3, Herdís og Ögmundur og Birgir, þá munu þið fjalla framtíðarsýnina. Af því að þó að þessi frábæru verkefni sem eru kynnt hérna í dag séu mikilvæg og allt það, þá heilmikið eftir. Og ég býð spenntur eftir að sjá hver framtíðarsýnin er. En fyrir ykkur sem ekki vita þá heiti ég Þorsteinn Sæmundsson og ég jarðfræðingur og verð hérna sem fundarstjóri. En áður ég hleypi þessu frábæra fólki hér að þá ætlar umhverfisráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra fyrirgefðu, að koma og opna fyrir okkur þetta málþing. Gjörið svo vel. Já, sæl og blessuð öll sömul og virkilega gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég ætla eiginlega að byrja á að taka undir með þér, Þorsteinn, þetta sem þú sagðir að það mikilvægt að við höldum áfram. Eiginlega þegar maður horfir á þessi verkefni sem við erum að gera grein fyrir hér í dag, þá eru þau kannski eingöngu brot af því sem við þurfum að gera. Og veit ég ekki hvort að þekking fólks nú svo almenn á stjórnmálamönnum að viti hvað þeir lærðu, en ég lærði líffræði. Og þá var nú jarðfræðin fannst manni vera svolítil systurgrein af vissu leyti af því að við vorum í sama húsi að hluta til. Eftir að var flutt yfir í Öskju, þar sem ég væri nú mestu leyti á Grensásveginum. En það sem hefur alltaf vakið athygli mína á Íslandi að við eigum náttúrulega þessar alþjóðlegu viðmiðanir sem að við gjarnan horfum til þegar kemur á líffræðilegri fjölbreytni, eins og samningin líffræðilega fjölbreytni, ýmsa aðra samninga sem að hafa með vernd bæði sérstakra vistkerfa að gera og svo framvegis. En þarna hefur mér alltaf þótt skorta jarðfræði megin að við séum með slíka í rauninni alþjóðlega samninga til þess að horfa til þessara þátta. Auðvitað eigum við landslagssamninginn, evrópska, en land eins og Ísland sem fyrst og fremst jarðfræði og síðan að sjálfsögðu vistfræðin okkar og þróun tegunda hér nátengd þeim jarðfræðilegu ferlum sem hér hafa átt sér stað,
að ég hef oft hugsað til þess að þarna svið sem að við þurfum að gera miklu betur á. Og þess vegna nú það að þegar ég kem inn í ráðuneytið og við förum aðeins að skoða þetta saman, þá var þetta svona það sem að þótti kannski einna mikilvægast að byrja á, þessi verkefni sem við erum að horfa á hér. Því að jarðfræðikortin, þau eru auðvitað mjög mikilvæg uppspretta þekkingar, ekki bara fyrir vísindarannsóknir, heldur skipulagsvinnu, orkuöflun, mat á jarðvá og nýtingu ýmissa auðlinda. Þar má nefna vatn og jarðefni. En þau eru líka undirstaða skráninga jarðminja og þar eigum við líka mikið verk fyrir höndum. Það er hluti af þessu verkefni sem við erum að ræða hér í dag. En skráning jarðminjanna jú forsenda fyrir því að nálgast vernd þeirra með heildstæðum og skipulögðum hætti. Það má kannski segja að sjálfsögðu þekkjum við stóru drættina jarðfræði landsins, en við eigum mikið starf óunnið við að kortleggja sérstaklega eldri hluta landsins á stórum mælikvarða sem gagnast við nákvæmari vinnu og skráningu. Þannig að þetta nú svona ein ástæðan fyrir því að ráðuneytið stóð fyrir og stendur enn fyrir þessu átaksverkefni í jarðfræði, kortlegningu og skráningu jarðminja, þar sem að ISOR og Náttúrufræðistofnun Íslands hafa tekið höndum saman í mjög góðri samvinnu og lokið ákveðnum áföngum sem var svona fyrri hluti þessa samningstíma, var 2019 til 2020 og svo gengum við frá framhaldssamningi í vor ef ég man rétt fyrir næstu 5 ár og svona ef að ég sem því ég segi verið líffræðingur þá ég svona meira áhugamaður jarðfræði, skulum við segja, að ég myndi mjög gjarnan vilja sjá að við gætum sett ennþá meira inn í þessa vinnu. Og það held ég að verði verkefni næsta ráðherra að skoða þau mál gaumgæfilega og þess vegna tek ég aftur undir með Þorsteinn að þetta sem þú ræddir hér sýnina og framhaldi lykilatriði til þess að sá sem að verður næsti umhverfis- og auðlindaráðherra fái í hendurnar svona þurfum við að gera til þess að Ísland geti talist þjóð á meðal þjóða og ríkja á meðal ríkja þegar það kemur að skráningu jarðminja og kortlagningu þessara auðlinda okkar. Því að við erum náttúrulega ekkert annað en jarðfræði undur þetta ágætlega land okkar. Þannig það því svo að þegar við berum okkur saman við löndin í kringum okkur að þá erum við því miður mörgum áratugum á eftir þegar að þessum málum kemur, kortlagningu og jarðfræði innan okkar landamæra. Sum þessara ríkja hafa endurskoðað og uppfært kortin jafnvel oftar en einu sinni, þannig að það ekki hægt að segja annað en að það virkilega verk að vinna hér. Og ég ætla nú að fá að því að ég nú gamall svona aktivisti og tel mig nú reynd að vera það ennþá, að ég ætla að biðja ykkur að halda áfram að ýta á stjórnvöld að gera meira í þessum málum því að það skiptir máli. Ég held að ég hafi þetta nú ekki mikið lengra. Ég ætla að reyna að rifja upp hvar það var sem að við vorum búin að vinna á þessu tímabili. Nú finn ég það ekki lengur í þessari fínu ræðu sem er hérna fyrir framan mig, en það allt í lagi af því að þið vitið þetta allt miklu betur en ég. Það hvort að það var með Ísland eða Austurland eða hvað það var, þá það kannski ekki alveg aðalatriði, það kemur allt fram hér á eftir. En mér langar aðeins í lokin að nefna það að við þurfum núna á þessum tímum þegar við erum farin að sjá enn meiri afleiðingar og loftslagsbreytinga að huga og beina kastljósun í meira mæli að fleiri þáttum í jarðfræði landsins heldur en þeim sem að kannski horfa á sjálfbæra orkuöflun. En eins og við vitum að þá hafa flesta rannsóknirnar og kortlagningin farið fram á þeim svæðum þar sem að orku að finna og þar sem áhugi hefur verið á orkuöflun.
Við getum nefnt skriðuföll og snjóflóð, við getum nefnt landris vegna bráðnunar jökla og aðra breytingar sem að verða á náttúrufari hérlendis í kjölfar þeirra hlýnunar sem eiga sér stað. Og við settum hóp í gang núna, væntanlega það hafi ekki verið í mars eða apríl, á grundvelli þingsályktunar tillögu sem að Ari Trausti Guðmundsson og aðrir þingmenn umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis fengu samþykkta. Ég var nú svona aðeins með Ara í þessu að vinna þetta, sem að snýra því að reyna að ná heildstætt utan náttúruvá, hvaða rannsóknir þarf að auka í þegar kemur að því og hvernig við getum á heildstæðan hátt tekist á við þær áskoranir sem að fylgja hlýnun jarðar núna á næstu árum og áratugum og snúa að náttúruvá, og ég nefni þetta hér sem dæmi það sem að bíður okkar. En jarðfræði landsins undirstaða fyrir mörgum af þessum rannsóknum og þekkingu sem við þurfum að byggja á. Já, þessi 5 ár sem að framundan ráðuneytið að leggja fram 20 milljónir á ári til verkefnisins, að viðbættum 10 milljónir króna aukalega í ár. Eins og ég segi, það þarf framtíðarsýnina inn á borð næsta ráðherra og ég hvet ykkur bara áfram í því. Kannski verður það ég, hver veit. Þá minniði mig á það að ég hafi sagt hér að það þurfa að gera meira og betur í þessum málaflokki. Þá sjáum við hvort að kallinn reynir að gera eitthvað í því. En ég hlakka bara mikið til að fylgjast með þessum afurðum sem að koma út úr þessu verkefni, þessu átaksverkefni okkar, og óska ykkur góðrar og gæfusamrar, hvað heitir þetta árangursríkar, fruitful. Ég man alltaf eftir, ég las einu sinni vísindagrein, þetta var í vistfræðinni í Kanada. Það voru 2 ágætir prófessorar við HÍ sem að voru að skrifa stundum saman og stundum ekki, og þeir þökkuðu alltaf hvor öðrum fyrir very fruitful cooperation. Þetta orð kemur alltaf í hugun á mér þegar að ég að enda ræður sem að á þeim nótum að ég að hlakka til að fylgjast með afurðum þess sem á að koma út. Þá kemur þetta fruitful upp í hugun á mér. En ég hlakka til að sjá það sem að kemur út úr þessu, það sem að hefur þegar komið út úr þessu, og bara óska ykkur innilega góðrar, mikillar velgengni í þessu mikilvægu störfum á næstu árum. Kærar þakkir, ráðherra, fyrir þessi góðu orð. Nú næst hún Herdís og hún ætlar að fara svona yfir þetta verkefni. Þetta átaksverkefni, gjörðu svo vel. Jæja. Kærar þakkir fyrir komuna öll sömul. Já, ég sem sagt heiti Herdís Helga Sjopka, ég sérfræðingur á skrifstofu landgæða í umhverfisráðuneytinu og hef umsjón með þessu verkefni fyrir hönd ráðuneytisins, og það bara ótrúlega góð tilfinning og gaman að vera hérna í dag að kynna afurðirnar sem eru komnar út úr þessu verkefni og þær sem eru á döfinni að verða til. Og eins og Þorsteinn búinn að kynna, þá erum við hérna hópur sem stendur að þessu verkefni, og ég hlakka bara mjög mikið til að leyfa ykkur að heyra það sem ég heyrði í gær í undirbúningnum að þessum Alþingi eða fyrradag, allar þessar frábæru sögur kortlækninguna sem þau eru að gera og þeirra samstarfsaðilar. En það sem ég ætla að gera hér í pontu í dag að fara aðeins yfir aðdragandann að þessu verkefni og lýsa fyrir ykkur, að gera ykkur grein fyrir samningnum sem að stofnanirnar gerðu sín á milli og hvaða markmiðum við viljum ná út úr þessu, öðru en bara að það verði til jarðfræðikort af Íslandi, því að við höfum svo sannarlega fleiri hluti í huga með það. Það eins og Mimmi fór hérna svo vel í gegnum, það bara mjög mikil þörf fyrir jarðfræðikort af Íslandi, og við erum svona ákveðnir eftirbátar annarra þjóða.
og hann lýsti því af hverju það er. Við höfum verið að leita að orku og höfum nýtt okkar takmörkuðu fjármuni og resúrsa í það. Við gerðum það á 20. öldinni framan af. Vildum náttúrulega ekki vera háð jarðefnaeldsneyti og gekk mjög vel að losna undan því, til dæmis með hitaveituvæðingunni, sem má segja hafi verið nokkurs konar svona Manhattan-projekt okkar Íslendinga á þeim tíma. En betur má ef duga skal, og núna þurfum við að fá jarðfræðikort fyrir restin af landinu utan gosbeltana, vegna þess að þar eru alls konar hlutir í gangi eins og ráðherra benti á í sambandi við umhverfisbreytingar af völdum hnattrænnar hlýnunar, og við bara þurfum við þurfum að hafa þessa þekkingu sem jarðfræðikortin veit okkur til þess að geta átt við þær áskoranir af einhverju viti. Við erum að leitast við það að bæta úr jarðfræðikortum sem eru í stórum skala, þar að segja mælikvarðar 1/20.000 og 1/100.000, og byrjum náttúrulega á 1/100.000 og vonum svo sannarlega að við getum síðar í framtíðinu unnið okkur niður í ennþá stærri skala og ennþá nákvæmari kort. Og þessi kort, þau gagnast eins og kollegar mínir á NÍ og ISOR muni fara yfir í alls konar vinnu, ekki bara það er ekki bara jarðfræðingar og jarðvísindamenn sem þurfa þetta, heldur gagnast þessi kort á mjög mörgum sviðum samfélagsins. Og hlutverk ráðuneytisins og þessara tveggja stofnana er að kortleggja auðlindir landsins og meta verndargildi jarðminja, og vel unnin jarðfræðikort eru klárlega grunnforsenda þess að við getum uppfyllt það hlutverk. Það hefur sýnt sig að innan núverandi fjárheimildastofnana sem hafa verið afmarkaðar til langs tíma og það komin mjög rík hefð á hvernig þeim er beitt, að það hefur bara verið mjög lítið svigrúm innan þessara fjárheimilda til þess að sinna jarðfræðikortagerð, og auðvitað er ISOR í alveg sérstakri aðstöðu vegna þess að þau fá enga peninga til að sinna lögbundnum verkefnum frá ríkinu. Þetta er allt saman byggt á útseldri vinnu. Engu að síður er þessi skörun á milli hlutverka ISOR og Náttúrufræðistofnunar hvað varðar kortlagningu jarðfræði landsins, og við í ráðuneytinu teljum alveg fyllstu ástæðu til þess að hvetja þessar stofnanir til að gera meira af því sem fólk þar inni hefur vissulega verið að gera í gegnum tíðina, að vinna saman að því að kortleggja jarðfræðina og staðla sínar vinnuaðferðir og staðla til dæmis kortastaflana, eða passa upp á það að þetta sé allt saman unnið á sama hátt innan þessara stofnana, þannig að fjármuni ríkisins og tími þessa fólks nýtist sem allra best. Og með þetta leiðarljósi þá fórum við í þetta átaksverkefni sem var hleypt af stokkunum eiginlega bara rétt fyrir áramótin 2018 og tók til árunna 2019 og 2020, og það var gerður rammasamningur milli þessara þriggja aðila og í hann voru settar alls 98 milljónir á þeim tíma. Þannig að það var töluvert meira úr að spila þá heldur en nú, og kom sér afskaplega vel að fá þessa innspýtingu í jarðfræðikortin, vil ég meina, og þar að fóru 72 milljónir til ISOR og 26 til Náttúrufræðistofnunar. Og á þessum tíma þá voru gefin út á pappír 2 ný jarðfræðikort sem er umtalsverð breyting frá því sem var þegar kortin kom út óreglulega á nokkur ára fresti. En svo kom líka þriðja kortið út í Kortasjá af Vesturgosbeltinu og Ögmundur og Birgir og Sigurveig munu fara nánar í þetta, og auk þess náðust mikilvægir áfangar í kortlagningu annarra svæða, og til dæmis er núna framhaldið á verkefninu, þetta 5 ára verkefni sem við erum að byrja á núna, að það er stefnt að því að ljúka kortlagningu ýmissa þeirra svæða sem var gerð gangskur í að halda áfram með á þessu 2 ára tímabili. Og á tímabilinu þá náðist líka að skrá tæplega 300 jarðminjar í gagnagrunn hjá Náttúrufræðistofnun, og það er samlegðin varðandi jarðminjarnar í þessu samstarfi er fólgin í því að þó að utanumhaldið gagnagrunninn og mat á verndargildinu sé eftir sem áður hjá Náttúrufræðistofnun, þá hafa vísindamenn ISOR komið að því að upplýsa kollega sína á Náttúrufræðistofnun áhugaverð svæði og færa þeim gögn og myndir og annað sem að þarf til að geta skráð þær jarðminjar í grunninn. Náttúrufræðistofnun gat ráðið í 1,5 nýtt stöðugildi við jarðfræðikortlagningu og jarðminjaskráningu fyrir þessa fjárheimild, og báðar stofnanirnar settu mjög aukinn kraft í kortagerð og feltvinnu.
Og við viljum meina að þessi samningur hafi á þann hátt treyst hreinlega faglegan grundvöll jarðfræði kortlagningar í landinu, vegna þess að við mögum ekki gleyma því að það fólk sem helst hefur sinnt kortlagningu á þessum stóra skala í gegnum tíðina að miklu leyti hreinlega farið á eftirlaun eða að fara á eftirlaun. Þannig að við erum að missa út mikilvæga þekkingu og það er mjög mikilvægt að við náum að þjálfa fólk upp í að halda þessu starfi áfram. Og það er ekki síst þessi þekkingar yfirfærsla sem við sjáum fyrir okkur að geti verið rosalega góð hliðarafurð eða jafnvel bara aðalafurðin af þessu starfi, af þessu verkefni segja ég. Nú og hópurinn í heild sinni vann þessa skýrslu jarðfræðikortlagning og jarðfræðikort og kortlagning framtíðarsýn. Þar segja þetta voru það jarðfræðingarnir sjálfir sem gerðu grunninn að henni og svo var þetta unnið í samstarfi við hann Þorstein og okkur í ráðuneytinu. Þorsteinn var minn staðgengill í ráðuneytinu á þessum tíma. Ég var í fæðingarorlofi og það kom alveg frábær skýrsla út úr þessu sem var með mjög flottir framtíðarsýn og við munum kynna hana á eftir. Og það sem upp úr stóð eftir þennan tíma var að það var bara mjög mikill vilji hjá öllum 3 samningsaðilunum til þess að halda þessu samstarfi áfram. Þess vegna var gerður nýr rammasamningur sem var undirritaður í maí en tekur til alls ársins engu að síður og alveg til loka árs 25. Og þetta er sama form á hinum samningnum, þetta er rammasamningur. Rammasamningur þýðir að það er búin til samningur utan einstök verkefni og þau eru útfærð nánar í viðaukum, þar sem er gerð grein fyrir verkáætlun, afurðum og slíku. Og það er eins og áður áherslu á að byggja upp samstarf stofnana og Náttúrufræðistofnun og ISOR skuldbinda sig til þess að viðhalda og efla þetta nána samstarf og uppfylla ákvæði þessa samnings. Og eins og ég sagði þá er skráning jarðminja á hendi Náttúrufræðistofnunar Íslands en í samvinnu við ISOR. Og fjármagnið sem við fengum inn í þennan samning, það er sem sagt það sem er tryggt fjármagn, svona svo miklu leyti sem fjármagn getur verið tryggt í ríkisfjármálum. Það eru 100 milljónir yfir samningstíman, sem eru 20 milljónir á ári. Og við sjáum það að þetta er töluverð lækkun frá því sem var í tíð fyrri samnings, það voru 49 milljónir á ári þá. Þetta er bara það sem við höfum úr að spila, það er að sjálfsögðu okkar mat í ráðuneytinu, okkar faglega mat, að þetta þyrfti að vera meira. Og við erum sannarlega róað í öllum árum að fá inn aukafjárveitingar. Það tókst að fá inn 10 milljónir aukalega á þessu ári og vonandi tekst það áfram. En við höfum líka þá sýn fyrir þennan samning að hann verði eins konar svona verkfæri eða farvegur fyrir aðra aðila sem hafa áhuga á þessu verkefni og hag af því að þessi kort séu unnin að setja fjármuni í einstök verkefni. Þannig að þetta er svona eins og við erum búin að búa til svona bara eins og pakka sem er hægt að kaupa sig inn í. Og ég mun sýna það nánar bara rétt strax. Nú, það er stefnumörkun og jarðfræðikortlagningu. Við erum búin að gera þessu nokkur skil og munum kynna efni þessara framtíðar sínar skýrslu í lok málþingsins. En þessi nýji 5 ára samningur, hann gerir sem sagt ráð fyrir því að það verði til ákveðnar afurðir sem eru að minnstakosti 2 útgefin jarðfræðikort í mælikvarðanum 1/100.000. Og það er miðað við að hvert kort spanni þetta 5.500 til 6.500 ferkílómetra og mörk kortana eru skilgreind í þessum viðaukum. Þannig að það er alveg ljóst hvaða vinnu á að vinna, hvaða gögn eru til að vinna með sem svona start inn í kortið. Og meðal þessara svæða sem kom til greina og er verið að vinna að samkvæmt viðaukunum, það er kort af Eyjafjarðarsvæðinu, það er kort af norðausturhluta Austfjarða og síðan er það kort af Mið-Suðurlandi. Og það er Torfajökulssvæðið, Eyjafjöll og Mýrdalsjökull. Og samningurinn, þó að hann sé ekki fjármagnaður á fullu, þá gerir hann samt ráð fyrir og þessi viðaukar gera ráð fyrir að þessi 3 kort verði kláruð á samningstímanum. En það er ekki full fjármagna með þessum 110 milljónum sem eru komin inn núna og ég mun sýna ykkur í síðustu glærinu minni hvað vantar upp á. Það er einnig gert ráð fyrir því að það náist áfangar í kortlagningu að minnstakosti 2 annarra svæða og þarna er sem sagt, okkar von að þetta séu þá svæði sem hægt er að halda áfram að kortleggja síðar. Og þarna erum við að tala Suðausturland, svæði milli Norður-Gosbeltisins og Austfjarða, Snæfellsnes, svæði á Vestfjörðum og 2 mismunandi svæði á Vestfjörðum.
síðan það gegnumgangandi í þessum samningi að hverju einasta kortlagningarverkefni fylgir skráning í jarðminjagrunn Náttúrufræðistofnunar. Þegar það langpraktískasta leiðin til að fylla þann gagnagrunn að vinna hann samhliða því að kortin eru unnin. Það stefnt að því að uppfæra skýrsluna framtíðarsýn, þannig að hún reflekteri eða sýni hvert við erum komin árið 2024 og hvernig við sjáum fyrir okkur að halda áfram þaðan í frá. Og svo annað sem svolítið mikilvægt svona hliðarafurð og kannski svona bak við tjöldin, að það að þessari samstarfsnefnd sem við erum í, okkur falið að leita leiða til að tryggja að jarðfræðigögn sem eru til í landinu, þar að segja þessi kortagögn sem eru til og hafa verið unnin á stofnunum, í akademíunni og víðar, hjá einkafyrirtækjum, í tengslum við orkuöflun og ýmislegt annað, að það verði haldið utan þau, það verði skráð og það verði tekið saman hvað til og helst af öllum fá gögnin og fá þau inn í opið domain, gera þau að opnum gögnum. Við gerum okkur grein fyrir að það ekki alltaf hægt, en þá viljum við fá þau inn í lýsigagnagátt þannig að það sé allavega vitað að þau séu til. Og þeir sem þurfa að nota þau, vilja nota þau, geti þá fundið að þau séu til og tala við viðeigandi aðila. Þurfi ekki að leita dögum eða vikum saman að einhverjum gögnum sem eru bara til og liggja ónotuð. Framkvæmd samningsins, það þessi samstarfsnefnd sem situr hér að mestu leyti, reyndar einn okkar Skafti, hann lasinn heima, komst ekki í dag, en við sem sagt sjáum framkvæmd samningsins og fundum að minnstakosti 2 ári, höfum verið að funda töluvert oftar en það, og svo það starfshópur sem sér sjálfa kortlagninguna, útfærslu á stöðlum og þess háttar. Og það starfsfólk stofnananna sem ræðir, sem á sæti í þeim starfshóp. Ég talaði eignarhald og aðgengi að gögnum. Þetta sem sagt, við viljum að gögn sem eru svona bak við tjöldin verði gerð aðgengileg og því fylgir að sjálfsögðu að við viljum að gögnin sem koma út úr þessu verkefni verði aðgengileg og kortin sjálf, þessi afurðirnar, þau eru gjaldfrjáls og öllum aðgengileg í kortasjám stofnananna. Þannig að ef einhver vantar kort af Mið-Íslandi þá bara farið þið inn á vefsjá fyrir það. Þetta í vefsjá NÍ og ISOR og bara getið sótt kortið þangað. Gögnin á bakvið eru ekki endilega aðgengileg, en kortið sjálft aðgengilegt. Og það stefnt að því að gefa kortin út á prenti svo almenningur geti tekið með sér í sumarfríið sitt og kynnt sér hvar þau eru og hvað í gangi. Og svo stefnum við að því að það ákvæði í samningnum að kennimerki þeirra sem að fjármagna kortin komi alltaf skýrt fram í allir umfjöllun kortin, hvort sem það á kortsjáni eða prentuðu korti. Þannig að ef að orkufyrirtæki eða sveitarfélag eða einhvert fyrirtæki leggur verkefninu lið með fjárframlagi, þá kemur lógó viðkomandi aðila á kortið. Fjármögnunin, við erum búin að ræða hana, það sem sagt, eða svona hluta til, þetta eru 100 milljónir á 5 árum, 2/3 hlutar fara til ISOR og 1/3 til Náttúrufræðistofnunar, þetta deilist jafnt niður á árin og ISOR leggur hlut af sínu sjálfsaflafé til verkefnana og sama má segja NÍ, að það hluti af fjárveitingu til stofnanina sem að fara í að kosta þessar stöður vísindamannanna og feltferðir og annað. Og hér sem sagt síðasta glæran mín, þetta fjármögnun samningsins og hérna sjáum við bara áætlaðan heildarkostnað í efstu línunni fyrir þessi verkefni. Þetta eru sem sagt þessi kort, Eyjafjörður, Mið-Ísland og Norðausturland sem áætlað og metnaður fyrir að klára á þessum 5 ára samningstíma. Og við sjáum það að heildarkostnaður við þessi verkefni 160 milljónir, samningurinn stendur núna í 110, þannig að það vantar 50 milljónir upp á. Þau deilast þarna niður á verkefnin eins og þarna greinir, langmest vantar í Eyjafjörðin, minna í Mið-Ísland og Norðausturland. Og við, eins og ég segi, við sjáum þetta sem bara farveg sem við höfum skapað fyrir aðra aðila út í samfélaginu, hvort sem það eru stofnanir, fyrirtæki, sveitarfélög, samtök, til þess að leggja í púkkið með okkur, svo við getum klárað þetta þjóðþrifamál sem að jarðfræðikortlagning á sem styrstum tíma. Segi bara takk fyrir. Gerðu það ekki. Einhverjar spurningar sem að brenna á vörum ykkar? Já. Mið-Suðurland
Hvað átti þetta að vera, fyrirgefðu? Já, með sögur, já, fyrirgefðu, já, takk, það er rétt, já. Með Íslandi er útgefið. Já, það er rétt hjá þér, já, þú segir það, já, auðvitað, fyrirgefðu. Ég er alltaf að hugsa hérna, er þetta ekki gríngrúppa einhver sem kallar sig Mið-Ísland? Er þetta ekki uppistandsgrúppa einhver? Þetta kemur alltaf bara fyrst upp í hugan, þannig að ég bara, já, takk, ég laga þetta í því sem að fer í arkífið. Heyrðu, en þá er það Ögmundur, eða ekki? Og eru einhverjar spurningar á Facebook? Anna, eru spurningar á Facebook? Spurningar á Facebook? Það er, býttu, ekki bara ná í símann minn og gá. Já. Engar. Hérna, nú ætlum við aðeins að brjóta upp dagskrána. Þannig að það er vaskljósið mitt. Já. Og næst á dagskrá er myndataka. Mummi, þá var að myndataka. Var með tjáð. Og ég að taka mynda? Nei, þá að taka mynda þér. Þá höldum við áfram dagskránni og Ögmundur, þú ætlar að ríða vaðið og koma með jarðfræðikortlagningu af gosbeltum og hálendinu. Og við gerum ráð fyrir að þið séu með svona cirka 20 mínútur hver fyrir ykkar kynningar og svo gerum við smá ráðrúm fyrir spurningar og eftir. Gjörðu svo vel. Kæri ráðherra, aðrir fundargestir, ég ætla mitt erindi mun fjalla kortlagningu okkar á gosbeltunum á hálendinu á þessum samningstíma síðan átaksverkefnið hófst 2018 og það eru margir sem að eiga efni og koma að efni erindisins en efni sem ég mun kynna er aðalega og mikið tilbyggt á vinnu sem ég og Magnús og Árni höfum aðeins unnið að og kynna þá vinnu. Nú, þetta er svona efnisyfirlit. Í mínu erindi ætla ég að fjalla mikilvægi þess að kortleggja og af hverju er mikilvægt að kortleggja landsins og í því samhengi mun ég taka dæmi af eldvirkni á Reykjanesskaga og kortlagningu þar og þá þekkingu sem við höfðum á eldvirkni skagans sem byggist á jarðfræðikortlagningunni
Svo mun ég fjalla átaksverkefnið sem hófst 2018, fyrsta fasa verkefnisins og þau kort sem komu út úr því og þeirri vinnu og þá aðalega meginþorri þess efnis þá kortlagning á Vestfjarðaspjöldinu og útgáfa þess korts. Og í framhaldi af því mun ég svo fara yfir næsta fasa, þennan nýja samning og þá vinnu sem í gangi núna og það sem sagt jarðfræðikortlagning á Mið-Suðurlandi sem við erum að vinna í þessa dagana og hófum síðasta sumar þar vinnu. Nú, af hverju mikilvægt að kortleggja jarðfræði landsins? Og það eru margar ástæður fyrir því og ég tel það mikilvægt og óumdeilt mikilvægi jarðfræðikortleggingar alveg óumdeilt og hérna eru nokkur atriði því til stuðnings sem ég ætla að fara yfir að jarðfræðikort grundvöllur að skilningi okkar á jarðfræði og jarðsögu landsins sem alveg einstök á heimsvísu. Nú, jarðfræðikort undirstaða rammaáætlunar, laga vernd og orkunýtingaráætlunar, mat á umhverfisáhrifum, framkvæmd landnýtingar, landslagsverndar og skipulags þéttbýlis, strjálbýlis og óbyggða. Nú, jarðfræðikort ein af forsendum af markvissri náttúruvernd, svo sem verndun jarðminja, skipulags friðlýstra svæða. Jarðfræðikort nauðsynleg vegna nýtingar auðlinda landsins eins og jarðhita, vatnsafl, grunnvatn og byggingarefni. Jarðfræðikort ómissandi við skipulagningu og uppbyggingu af samgöngu- og orkudreifingarkerfi landsins og þar snýr málið að jarðgangagerð og vegagerð, lagningu háspennulína, jarðstrengja og veitulagna og fleira. Og jarðfræðikort auk þess mikilvægi í hvers kyns umhverfisvöktun til að varna alvarlegum umhverfisslysum, til dæmis mengun á vatnsbólum og skynsamlegri nýtingu á byggingarefnum. Og jarðfræðikort nauðsynleg til að meta jarðvá og náttúruvá af völdum eldgosa, skriðufalla, flóða og jarðskjálfta. Þannig að ekki væri fyrir jarðfræðikortlagningu þá var til dæmis gossaga og umfang eldvirkni á Íslandi minna þekkt. Og eins og kom fram hérna undan þá jarðfræðikortlagning undirstaða öllu mati og eldgosavá og hún hjálpar sem sagt sérfræðingum að skilja sögu og eðli eldfjalla og vinna að skynsamlegum forvörnum við viðbragðsáætlun. Á Íslandi verða sem sagt eldgos með reglulegu millibili og þau geta haft í för með sér ýmsa vá og eins og jarðskjálfta og hraunrennsli eins og við höfum upplifað á Reykjanesskaganum. Og hérna sjáum við jarðfræðikort Ísor af Suðvesturlandi og þetta jarðfræðikort var mjög oft í umræðunni í aðdraganda eldgossins í Geldingadölum, það sem að mikið jarðskjálftavirkni og upplyfting átt sér stað og það má eiginlega segja að í þeirri umræðu og þeirri þekkingu og vitneskju sem var talað þar að jarðfræðikort hafi sannað gildi sitt og þar sem gossaga svæðisins mjög vel þekkt, stærð og umfang hraunanna og hvert runnu og hvernig hlutirnir hafa þróast í gegnum jarðsöguna og eldvirkni tímabilin. Og eins og við sjáum á þessu gosi þá voru umfang eldvirkni á Reykjanesi á 13. öld og í Svartsengiskerfinu og svo Krýsuvíkueldar á 12. öld. Og í þessu samhengi má einnig benda á því að jarðfræði landsins hún endar ekki endilega á landi og við á Ísor höfum líka verið ötul við að kortleggja hafsbotninn og hér sjáum við dæmi í Reykjaneseldum hvernig eldvirkni átt sér stað á hafsbotni út af Reykjanesi og einnig hafa hraunin runnið 2-3 kílómetra niður á yfir 100 metra dýpi, Eldvarpahraunið og svo Krýsuvíkurhraunið, Ögmundarhraunið sem fyllt upp Krýsuvíkina, að þessi hraun hafa náð langt út. Og það skiptir máli að kortleggja það líka til að vita raunverulegt umfang og stærð hraunanna. Nú, þannig að tilgangur og markmið jarðfræðikortleggingar og nauðsyn alveg skýrt mál.
Þá ætla ég að fara aðeins yfir átaksverkefnið og ef við byrjum að skoða aðeins hvernig þetta byrjaði 2018. Þá tók höndu saman umhverfis- og auðlindaráðuneytið, ISOR og Náttúrufræðistofnun og gerðu þennan samning og í fyrsta hluta samningsins þá var miðað við að kortleggja 3 svæði og gefa út þau kortablöð. Þetta voru auðvitað kort sem voru vinna við þau var búin að standa yfir í mörg ár eða áratugi og sem gerði það kleift að það var hægt að gefa það út á þessu tímabili en lokanippurinn eftir og þau komu út sem hluti af þessum samning og ég mun kynna hér á eftir Vesturgótsbeltið, það kort. Nú, auk þess í þessu fyrsta tímabili var byrjað að skoða, safna saman gögnum í Eyjafirði, Mið-Suðurlandi og á Norðausturlandi. Og þetta eru sem sagt þessi útgefnu kort samkvæmt fyrsta sem hluti af fyrsta samningnum, Vesturgótsbeltið, Mið-Ísland og Austurland. Nú, ég ætla að fara þá ítarlega í og kynna fyrir ykkur Vesturgótsbeltiskortið sem að mestu leyti klárt og það mun birtast á vefsjám stofnananna fyrr en síðar en það er nú aðalega svona eldgosið og annir í kringum það sem að hefur aðeins tafið útgáfu kortsins eða loka frágang í landupplýsingakerfunum. En kortið, það sem byggir í megin grunninn á korti Sveins Jakobssonar og sem ég sjái hér á myndinni. Það kort var sem sagt grunnurinn að kortinu og svo skiptu stofnanirnar á milli sín að kortleggja beggja vegna. Og við bæði erum að skipta á milli okkar þekkingu, upplýsingum og gögnum sem við vitum á svæðunum. En Náttúrufræðistofnun sem sagt tók norðausturhluta kortsins, norðvesturhluta kortsins og það var Birgir Óskarsson og Róbert Alexander sem að unnu að því og svo var það Árni Hjartarson og ég sem að tókum suður-austurhluta kortsins og svo var það Magnús Sigurgeirsson sem sá að fara yfir öll hraun, aldur hrauna og það var svona þó nokkuð af hraunum sem aldur var óviss og þurfti að greina betur. Þannig að Magnús er okkar sérfræðingur í gjóskulagagreiningum. Þannig að hann fór í töluvert af hraunum sem að hann mældi og greindi og ég mun sýna dæmi það á eftir. En stór hluti af kortlagningu hjá okkur, það snýst að nýta allt sem er til og öll þau gögn og þekkingu sem fyrir hendi og við leitum allar leiða til að fá gögn og allt sem við vitum og til dæmis þetta hérna kort byggir meðal annars á öðrum kortum Árni Hjartarson og Magnús Ólafsson, Hveravellir, kortið Kristjáns Sæmundsson af Húsafellseldstöðinni og svo útgefið kort sem að Kristján Sæmundsson var að vinna að norðausturhluta sem nær frá norðausturhluta Þingvallavatns að Langjökli og það eru nokkuð kort af jökullandslagi eftir Ingibjörgu Kaldól og Skúla Víkings. Þannig að þetta allt gögn og upplýsingar ásamt 250.000 kortum Náttúrufræðistofnunar. Þannig að þetta svona meðal gagna og korta sem var nýtt. Sleppti Hjalta Fransson nokkuð þannig. En já, hann er líka með óútgefið kort sem að hann hefur afhent okkur og leyft okkur að notast við í okkar kort. Þannig að það er mikils virði að geta fengið aðgang að óbirtum gögnum og upplýsingum sem að til eru. Nú, það voru fjölmargar feltferðir farnar, svæðin gaumgæfilega skoðuð og ýmislegt áhugavert kom í ljós. Sem dæmi fannst nýr jarðhitastaður eða jarðhitauppspretta í Sultarfitjum hérna í gilinu þar. Hiti mældist 23 gráður, 3 og 2 til 1 til 2
lítrar á sekúndu rennsli. Nú, eins og sjáðu, allir punktarnir á kortinu, þetta eru sem sagt mismunandi feltferðir og þéttleiki punkta fyrir oft líka eftir aðgengi og hvernig svæðið er, aðgengi að opnum eða hvort að svæðið sé mikið hulið, seti, og eins koma hérna stór svæði sem að engi vegir eða neitt er nálægt, og þá er oft mikið stuðst við loftmyndagreiningar og jafnvel bara kíkir inn í felti. Og hérna sjáum við svona sviðsmynd, eða nokkrar myndir, leik og starfi, Stuðlabergur Stórulaxá, þarna er verið að mæla jarðhita, Hrossatungum, og sama tíma er verið að staðsetja betur svona vitneskju gamla staði og jarðhitauppspretturinn á Hollendinu. Og hérna er Árni að mæla meðal annars jarðlagahalla í Stórulaxárgljúfrum og svo brúarhlöð og Gullfossgljúfur. Þannig að það var víða farið svæði. Nú, við gerð korsins var strax gert ráð fyrir að kanna aldur á öllum hraunum sem var óviss, og Magnús Sigurgeirsson, okkar sérfræðingur, gekk í það mál, og þetta eru þau svona hraun og staðir sem voru skoðaðir, Krákshraun og hraun í Þjóðadölum, Oddnýjarhraun og Hundadalahraun, hraun í Jökulkrók, Borgarhraun þar, og ásamt því að finna talsvert svæði eða magna af hraunhólmum í Hallmundarhrauni, sem að ég mun fara að sýna ykkur dæmi á eftir. Þannig að Hallmundarhraun hefur minnkað talsvert, og svo Eldborgarhraun. Og það fengust góða niðurstöður öllum þessum könnunum. Jarðvegssnið, þetta virkar þannig, hann fer á hraunin, leitar eftir jarðvegssniðum, ofan á hraununum grefur og notar gjóskulög sem liggja ofan á hraununum til að ákvarða aldur þeirra. Og í mörgum tilfellum er hægt að komast í jaðrana eða við árfarvegi að komast undir hraunin, og þá er hægt að staðfesta jafnvel enn betur. Og þetta er sem sagt gjóskutímatalið sem hann er að nota, og þetta eru Heklulög sem er að nýtast best að hafa góða dreifingu, Hekla 1, Hekla 3, Hekla 4 og 5, og svo á jarðfræðiskortunum er hraununum skipt niður í aldur eftir þessum einkennislögum sem hafa góða dreifingu. Þannig að það má segja að það hafi tekist vel aldurshrauna með viðunandi hætti, öll hraun sem skoðuð voru, og það raunir að koma mest óvart hversu umfangið var á þessum gömlu hraunhólmum í Hallmundarhrauni. Eins og ég sjáið hérna, veit ég hvort að ég sé með músin sjáist eldri, en það eru rauðir hringirnir sem sýna hérna hvar Hallmundarhraunið hefur minnkað og gömlu hraunhólmarnir skína þarna í gegn. Og öllum líkindum er þetta Borgarhraunið sem er í Jökulkróknum undir Þrístapajökli. Og þannig eins og kemur þarna fram að flatarmál Hallmundarhrauns hefur minnkað úr 250.000 ferkílómetrum í 185. Og þarna sjáum við svona yfirlýst töflu með greiningunum aldur hraunanna, og svo eru svona teiknuð upp snið af jarðvegssnið af öllum stöðum sem voru skoðaðir. Vesturgólfsbeltiskortið, hérna sjáum við það. Þetta kort er að mestu klárt og er bara í úrvinnslu til að birta á vefsjám stofnanna. Og ef við förum snöggt yfir hvað það hefur að sýna, þá sjáum við þarna nútíma hraunin, þeim er skipt upp í söguleg og forsöguleg. Söguleg hraun, það er nú eitt söguleg hraun sem er inn á þetta kort. Það er Hallmundarhraunið sem er frá 10. öld. En svo er það forsögulegu hraunin, þeir skipta síðast aldursflokka 3-4.000 ára, 3-4 og svo 4.300-7.000 og svo eldri en 7.000. Og svo eru dyngjurnar líka í tveim flokkum, eldri en 7.000 og 3.000
til 4.000 og 3.000. Þannig að það er það sem að Magnús hefur verið að vinna að flokka hraunin í réttan aldur og sem birtist svona á þessum kortum. En svo fylgja auðvitað töflur og kort með kortunum með nákvæmari aldri og upplýsingum hraunin. Nú berggrunnurinn, honum er skellt upp í 4 tímabil eða 5 tímabil. Við erum með með móbergið í 3 aldursflokkum. Það er þá Vaisilian, það er síðustu 11.000 árin, og svo Bruns og Madhyama, það er yngri 780.000 ára og svo 780 til 2,6. Og svo er það basaltberggrunnurinn sem er þá skipt í Bruns, Madhyama og svo Pliocene og Miocene. Við sjáum hérna síðkvartir og árkvartir eins og þið margir kannast við. Einnig á þessu korti þá eru kortlaðir gígar, höggun, það eru þá sprungur, misgengi, lindir, jarðhiti og lindirnar og jarðhitarnir eru í einhverjum flokkum eftir hita og vatnsmagni og einnig koma upplýsingar jarðgrunn eins og jökulgarða og jökulrákir. Nú, ef við skoðum nánar og ég tek eitthvað dæmi og þessi kort kom út og með þeim fylgja upplýsingar áhugaverða staði og ef við skoðum nokkra staði þá höfum við hérna innst í Hvítársíðu í Borgarfirði, þá er Kulnu megineldstöð sem kenndi við Húsafell, það er Húsafellseldstöðin. Nú, Húsafellseldstöðin var virk fyrir 2,9 til 2,4 milljónum ára og lítið tími hennar hefur þið spannað í 0,5 milljón ár. Bergtegundir eldstöðarinnar eru fjölbreyttar og spanna allt frá ólívín-þólít til ríólíts. Innviðir eldstöðarinnar má skoða í djúpum giljum á Húsafellssvæðinu og á æviskeið eldstöðarinnar má greina milli 3 tímabila þar sem framleiðsla súrs og þróaðs bergs var einkennandi. Á hverju þeirra myndaðist flikurberg eða ignimbrít sem við sjáum sem gulu doppóttu lögin, en slík lög mynduðust í gjóskuflóðum samfara öflugum sprengigosum. Og eitt þessara laga, það elsta, má sjá undir Hallmundarhrauni við Hraunfossa, þar sem það baðast tæru lindarvatni. Þannig að þetta er einn af þeim áhugaverðu stöðum sem hefur gefið skil á kortinu. Annar er Hallmundarhraunið sem á sér upptök í stórum gíg sem hefur fengið núna nafnið Hallmundur í seinni árum og hraunið er talið eitt af stærstu hraunum landsins á sögulegum tíma, 185 ferkílómetrar af flatamáli og það er einmitt talið að hafa runnið miðja 18. öldina, en undir því er að finna landnámslægið. Og hraunið rann alls eitthvað 45 kílómetra frá upptökunum og Hallmundarhraunið er mjög þekkt fyrir að vera mjög hellaauðugt hraun og þar er að finna lengstu hella landsins. Og kannski einna þekktastu þar er Susshellir í Hallmundarhrauni. Hann er 2 kílómetra langur og það eru nokkrir afhellar af honum, beinahellir, hringhellir og vítishellir og í þeim hellum hefur fundist grjóthleðslur og dýrabein líklega frá 18. öld, þannig að mannvistar leifar. Lengsti hellirinn í Hallmundarhrauni er Kalmanshellir. Hann er 4 kílómetrar að lengd og það eru margir aðrir eins og Víðiglemmur og Hallmundarhellir sem eru þarna. Víðiglemmur er 1,4 kílómetra lengd og Hallmundarhellir 200 metra langur. Þannig að þetta er mjög athyglisvert hraun og áhugaverð svæði. En Víðiglemmur og Kalmanshellir má nefna að það eru friðlýstir hellar. Hérna á þessu svæði, Hallmundarhraunið, það umlykur eiginlega hérna Eiríksjökul sem er gríðarlega stór móbergsstapi með mikla svona hraunhettu yfir sér. En gosið hefur sem sagt verið undir jökli og það hefur náð að brjóta sér leið upp en aldur stapans er óþekktur en talin vera frá síðasta jökulskeiði ísaldar.
Og sökull Eiríksjökuls úr Bólstrabergi sem að nær halst upp í svona 650 metra hæð og þar tekur við móberg, túff og breggsíur og svo fyrir ofan því hraunlaga staflinn sem hefur hlaðist upp í miklu dyngjugosi í svona loka hluta gossins. Þannig að þetta eru mjög áhugaverðir staðir og hægt að glöggva sig frekar á þeim í nýju korti sem að koma út. Aðrir áhugaverðir staðir þá suðaustur af Langjökli Skjaldbreiður, meðal annars gríðarstór hraundyngja, 16 til 18 km í þvermál og það er 9-10.000 ára gömul og mynduð í langvinnu gosi sem hefur örugglega staðið yfir í áraraðir. Og það eru gígur þar í toppi fjallsins sem eru svona 300 metrar í þvermál. Þannig að mjög áhugavert fjall og oft talað hversu formfegur hún og oft verið svona vakið athygli fólks og ekki síst kannski listmálara og skálda. Svo erum við með Geysir, hverasvæði í Haukadalum, það á korsvæðinu og það náttúrulega frægt fyrir alla sína goshveri. Geysir og Strokk og hefur mikið aðdráttarafl og svo það Gullfoss og Gullfossgljúfurinn. En það eru fjölmargir áhugaverðir staðir á þessu svæði og sem þið getið beðið spennt eftir að skoða von bráðar. Og hérna eru svona nokkra viðbætur af myndum og leikustarfi. Þarna sjáum við Eiríksjökulinn og Fljótsdrögum, Gullfossinn sem fellur í svona 2 fossum og hérna Jökulkrók í Þjófadölum og Krákshraun. Þannig að það var víða farið. Þá það kortlagning, nýji samningurinn, það var fasi 2 sem að stendur yfir núna og mjög ánægjuleg tíðindi að því hafi orðið. Og við erum að stefna á þessum samningstíma þessa samnings að gefa út jarðfræðikort af Eyjafirði, Mið-Suðurlandi og Norður-Austurlandi, en eins og kom fram hjá Herdísi þá fjármögnun ekki fullu lokið á þessum kortum, en það eru nokkur ár til stefnu og við vonumst að það gangi eftir. Nú til að segja ykkur svona stuttlega í lokin frá vinnu okkar þar af Mið-Suðurlandi og því korti, þá hófst vinna í fyrra við að afla allra gagna sem tilheyra svæðinu, öll jarðfræðikort og taka saman og það rosa stór þáttur í verkefninu að samrýma gögn, nýta öll gögnin og þetta svona dæmi þau kort sem við erum búin að fá aðgang að og erum komið inn í okkar kerfi og eru í úrvinnslu og samrýmingu og í sumum tilfellum þurfum við að fara í feltið og skoða einhver atriði. Og hérna sjáum við svona svipmyndir þar sem við erum búin að skipuleggja okkar felt á hvaða svæði við ætlum að skoða hverju sinni næstu 5 árin og svo sjáum við hérna mynd af kortinu sem í vinnslu þar sem við höfum tekið inn ýmis öll þessi kort og önnur til jafnvel. Og við höfum hafið kortlagningu hérna vorum í Þjórsárdalnum og Fossárdalnum og á þessu svæði hérna efst hérna þessu svæði og höfum þegar kortlagt aðeins meira. Þannig að hérna sjáum við svona nána dæmi feltverðir og hvernig við fælst þetta svæði og bak við hvern punkt við höldum utan punkta þetta allt komið í iPada og snjalltækni notuð þannig að þetta punktar sem við tökum í feltinu og bak við kannski punkt berggreining,
mynd af sýni, mynd af fyrirbræði, hallamæling, misgengi eða uppsprettur eða annað. Þannig að þetta fer allt inn í gagnagrunn, þannig að það má segja að feltbækurnar sem menn hafa verið að skrifa í, þær verða þarna svona að hluta til sjálfkrafa rafrænar og varðveitast. Og þá kannski bara, þetta er síðasta glæra mín, Magnús Sigurgeirsson hefur verið ötull í gjóskulagreiningunni og eitt af því sem ekki hefur verið unnið að, það er að kortleggja aldurinn á gömlu Hekluraununum. Þannig að þetta eru raunur þá Hekluraun sem eru þá svona 2000 ára og eldri og það er búið að kortleggja vel og skoða öll sögulegu hraunin, en þarna sjáum við allar gulu stjörnurnar eru allir þeir staðir sem að jarðvegssnið hafa verið tekin, og ef þið skoðið bara loftmyndir og líkana þá er þetta ótal tungur af hraunum sem leggst hvert og annað, allt einsleitt, engi dílar, ekki erfitt að nota efnasafningar eða annað til að greina á milli. Þannig að þetta er eiginlega eina og besta leiðin til að greina úr og flokka niður þessi hraun og aldurinn, og þetta er eins og til hefur tekist að einn er þá hraun sem eru yngri en 3000 ára og tveir eru þá hraunir sem eru 3000 til 4500 ára og svo koll og kolli og upp í hraun sem eru eldri 7000 ára. Og eins og ég segi, þarna eru gjóskulaga greiningarnar og það er mjög gott að gera þessu svæði, það er mjög mikið af gjóskulögum og sem hefur góða dreifingu yfir allt svæðið. Já, þá bara þakka ég fyrir mig. Þú ekki stoppinn. Eru ykkur spurningar sem brenna á vörum ykkar? Þetta er ekki öll þessi flottu kort, þetta er eiginlega uppáhald, en þessi myndi ekki Hornafirði? Jú, þetta er á leiðinni upp já, upp Árnasheiði. Þetta er, já, þetta er vinsæll ferðamannastaður, held ég. Já. Er hann kallaði það? Já, allir það ekki. Líklega. Voru einhverjar spurningar á Facebook eða? Nei, Engar. Hérna, ég meina, hérna í sambandi við kortlagningu á Heklulögum. Getur staðið frá mikrofónu fyrir útsendingu? Já, spurning með hérna kortlagningu á Heklulögum. Hafið þið rætt við hana Gró Völle Pedersen upp í háskóla, varðandi útbreiðslu hrauna þar? Já, ég þekki það ekki. Magnús, eins og segir, er okkur sérfræðingur í því, en að eflaust er hann í góðu samskiptum. Ég mæli með því, ef þið séð það ekki, Já. hafið samband við hann. Hún er búin að gera frábæra vinnu þar. Já, Þannig að, og hún var í aðalega í sögulegu hraununum. já. Nú, ef að það séu ekki aðrar spurningar, þá bara kæra þakkir fyrir þetta, áhugaverð erindi, og Birgir, þú ert næstur og ætlar að fræða okkur leyndardóm Austurlands, eða ekki? Já, komið í blessuð sæl, Birgir heiti ég og er jarðfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun. Virðulegi ráðherra og góðir fundargestir. Rithöfundurinn Ken Jennings sagði "There's just something hypnotic about maps." Eða það er bara eitthvað heillandi við kort. Og svo er annar rithöfundur reyndar sem sagði, Nelson DeMille, sem sagði "Við erum öll ferðamenn í sama leiðangri, en sumir hafa betri kort en aðrir." Og ég get ekki annað en tekið undir þessi orð. Kort eru falleg, hrífandi og hafa mikið fræðslugildi.
og við sem Íslendingar erum öll í sama leiðangri og höfum staðið frammi fyrir ýmsum áskorunum sem þjóð, en eitt af sínum lykilatriðum í uppbyggingu þjóðarinnar, svo sem orkunýting, náttúruauðlinda og náttúruvá, er að hafa góð jarðfræðikort. Og eins og hefur komið fram í erindinu hans Ögmundar, þá eru jarðfræðikort undirstaða ýmissa sviða, frá grunnrannsóknum yfir í verndun, og það má segja að í dag stöndum við frammi fyrir nýjum áskorunum sem tengjast til dæmis umhverfismálum, nýtingu náttúruauðlinda og náttúruvá vegna breytt veðurfars, og þá er mikilvægt að til séu góð grunnkort sem er jafnframt undirstaða frekari rannsókna og ákvarðanatöku. Eins og líka hefur komið fram og ráðherrann nefndi að það er mjög sérstakt að hugsa til þess að við séum ekki ennþá búin að kortleggja landið í 1/100.000 til dæmis, eða stærri skala. Við erum með yfirlitskort í 1/600.000 eins og þetta, og nokkuð kort í 250.000, en fá kort í 1/100.000 sem flest eru af þá yngri berggrunni. Þetta er innan gosbelta landsins. En þó er það bil 50% af landinu ókortlagt, og blágrýtisstafninn, eða þessi eldri berggrunnur, þessi blái stafli hérna, ég veit ekki hvort ég sé með bendil hérna, en jú, ég er með bendil hérna, ég veit ekki hvort það sé sniðugt að nota það, hann er svo rosalega öflugur. Bláu svæðin hérna, blágrýtisstaflinn, er þar með talinn af þessu 50% af landinu sem er ennþá eiginlega mestu ókortlagt. En ég ætla að fjalla aðeins um jarðfræði kortlagninguna á Austurlandi, og þá mikilvægi þess að fara mikilvægi þess að kortleggja blágrýtissvæðin, og reyndar á Austurlandinu núna er stórt kortlingarátak, eiginlega það stærsta sem hefur hingað til, sem er á svæðum utan gosbeltanna, í mælikvarða 1/100.000. En nýverið þá gáfum við út kort af Austfjörðunum, kort sem var byggt að mestu leyti á vinnu breska jarðfræðingsins George Walkers, sem var einn af fyrstu mönnum til að kortleggja blágrýtisstaflann á Íslandi, og vann ótrauð með nemendum sínum við að kortleggja Austfjörðin á 7. og 7. áratugnum. En síðan reyndar eftir Surtseyjargosið fekk hann þá mikinn áhuga á virkum eldfjöllum og yfirgaf okkur og fór til annarra landa að skoða eldfjöll, en var einn merkasti eldfjallafræðingur heims. En í dag vinnum við hörðum höndum við að kortleggja norðausturhluta landsins, þá hérna frá Bakkaflóa til Borgarfjarðar eystri, og í sumar vorum við að kortleggja svæði hérna á Vopnafirðinum, og líka náðum áfanga hérna í Skriðdalum og Fljótsdal. Erum líka aðeins að vinna þar, því að við erum núna með jarðfræðing sem fekk stöðu hérna hjá Borgrinasafni Náttúrufræðistofnunar í Breiðdalsvík, og hún hefur getað aðstoða okkur við kortlagningu, og hefur unnið þá á þessu svæði hérna að reyna að tengja þessi kort hérna Vestur-Öræfi hraun sem Orkustofnun gaf út 98 og Austurlandskortið okkar. Þannig að það er svona dálítið metnaðarfull áætlun að klára Austurlandið í heild á næstu árum og fá samfellt kort af stóru blágrýtissvæði. Ein aðferð sem við höfum nýtt okkur síðastliðin ár eru myndmælingar. Þar sem við tökum myndir úr flugvél og búum til þrívíddarlíkun út frá myndunum. Og við höfum flogið dálítið með flugfélagi Austurlands. Þeir hafa sinnt þessu mjög vel, og út frá þessum líkunum má rekja hraun og leiðarlög og mæla þykktir, stefnu, rúmmál, halla jarðlagana, strik og stefnu ásamt mörg öðru. Hér sjáu þið til dæmis líkun frá Vestfjörðunum, Hvanneyjardal og Vatnardal, og eitt hérna úr Lágmundafirði. Og reyndar þessi líkun hérna voru gerð fyrir rammaáætlun,
en munu nýtast okkur í jarðfræðilegum í jarðfræðilegum tilgangi, í kortlægingu. Og aðferðin er svipuð og við höfum verið að nota til að kortleggja hrauni í gosunum í Fagradalsfjalli. Og þeir sem hafa ekki séð þessi líkön geti farið inn á Sketchfab og fundið þar yfir 20 líkön af hrauninu alveg frá upphafi og líka fyrir gos. En þetta er skemmtileg tækni. En ég ætla að sýna ykkur aðeins nokkur af kortunum okkar og sérstaklega einblína á þau gögn sem við fáum út úr kortleggingu á stórum svæðum. Og svo mun Sigurveig hérna sýna ykkur dæmi kortleggingu á svona smærri svæðum, en aðferðarfærin er náttúrulega eins. En ég ætla að einblína víst að við höfum svo hérna kortlagt dálítið stórt svæði hérna á Austurlandi, þá finnst mér dálítið gaman að sýna þessa stóru mynd og hvers konar gögn við fáum eiginlega út frá svona kortlægningu. En vinnan felst í daglegum leiðöngurum, fjallaferðum og það sem berggrunnurinn er skoðaður og skráður, leiðurlega merkt, segulstefna hreinlega mæld, halli hreinlega mældur og margt fleira. En við á Íslandi erum svo auðug, og nú skilskota ég hér á auðlind, að eiga stafla af jarðlögum sem hallar örlítið inn til landsins og bera þannig samfellda jarðsögu sem nær frá miðjum míósentímabilsins og alveg að nútímanum. Og ég sjái hérna, hér sjáu þið betur hallajarla á Austurlandi, svona 7–9 gráður við sjávarmál inn til norðurgosbeltisins. En í þessum stafla er gríðarlegur fjarsjóður af upplýsingum eldvirkni fyrir tíma, forn vistkerfi og forn loftslag, höggunarsögu og upplýsingar innri öfl jarðar, meira að segja eins og sveiflur og umpólanir á segulsviði jarðar. Og hérna sjáu þið afstæðuröðun staflans. Þetta eru elstu jarðlögin og þetta eru yngstu jarðlögin í þessu sniði. Og hérna er Fljótsdalurinn. En þetta er alveg ótrúlega merkilegt að við höfum þennan samfellda stafla sem spannar allt þetta tímabil. Og Auðsfjarðarkortið er svokallað berggrunnkort sem sýnir, eins og nafnið gefur til kynna, berggrunninn. Ísland er eldfjallaeyja og mest allt sem þið sjáið á þessu korti tengist eldfjöllum. Ljósulitirnir er til dæmis súrt berg, líparít, hraun og súr innskot, andesíthraun og innskot. Það er appelsínuliturinn, guli eru líparít, rauð eru súr innskot. En þessi eru ekki með mikla útbreiðslu og tilheyra 4 megineldstöðvum, og það er Gerpiseldstöðin hérna, Reyðarfjarðareldstöðin og Breiðdalseldstöðin og Þingmúlaeldstöðin. Og svo er ljósblái liturinn hérna og græni og dökkblái. Þetta eru basísk hraun, mest myndið í stórum sprungugosum. Og í sniðinu hérna til hægri þá sjáum við aftur afstæðan aldur og röðun myndanna, segultímatalið sem tengist á umpólun segulsviðsins og síðan alþjóðlegt jarðsögutímabil og aldur fenginn með mælingum á samsætum. Og aldurinn hérna gefinn það í milljónum ára, frá 14 yfir í 8. Og þetta er alltaf skipta skoðanir áreiðanleika aldursgreiningana. En sem er líka skemmtilegt rannsóknarefni að bera saman þá afstæðan aldur og raunaldur í staflanum. Þannig að það er nóg að gera. En hérna sjáum við til dæmis, þetta yfirlýst kort sýnir dreifingu hrauntegunda. Og stór hluti hraunna, eða 80%, er í flokki stóra sprunggosa og sem voru talsvert stærri en eiginlega Lakagígosið. Og þetta var hérna viðfangsefni sem ég rannsakaði í mínu doktorsnámi og skrifaði það. En því eflaust eru núna kunnu hvernig hraun lítur út sem verður til við hraunflæði kringum 10 rúmmetrar á sekúndu, eins og í gosinu í Fagradalsfjalli. Við getum ímyndað okkur hraun, ef við myndum taka þversnið, þau myndu líta svona út.
eins og þetta þversnið hérna yfir gjá í hérna á Reykjanesinu. Þetta eru svona litlar einingar, hraunsepar, en í blágrýtisstaflanum þá sjáum við að það er dálítið munur á útlit og gerð hrauna. Hérna sjáum við þennan stafla af pönnukökum, mjög útbreiddum hraunum, og sum þeirra hafa verið rekin í 60-80 km vegalengdir og virðist hafa myndast í hraunflæði 20.000 rúmmetra á sekúndu og eru kölluð flæðigos. Þau virðast tengjast tímabili þegar heiti reiturinn var virkari, sem er líka rannsóknarefni en sem þarf að vinna meira í, og auðvitað viljum við skilja betur þessi gos og tengingu þeirra til dæmis við loftslag á þessum tíma. En að skilja hamfaragos og hvernig náttúran bregst við og vinnur úr þeim gæti nýst okkur í baráttunni við náttúruhamfarir, til dæmis á okkar tímum og þá til dæmis af mannavöldum. En ég held að þetta sé alveg góður punktur að við getum lært af hamförum forsögunar og hvernig náttúran vinnur úr þessum hamförum og kannski beitt þá tækni og vísindi sem við höfum til þess að herma eftir þessum viðbrögðum náttúrunar en náttúrulega hraðar og þannig kannski geta fundið einhverja sniðugar lausnir við okkar vandamál. En hér sjáum þið sprungusaumana sem mynduðu þessi hraun. Í kringum þessa sauma eru líka sprungur og misgengiskerfi sem náttúrulega gott að vita af, til dæmis við framkvæmdir. Og bak við svona kort er náttúrulega gríðarlega mikil vinna. Við vorum til dæmis bara inn í sumar í 3 daga í einu gili, kortleggja bergang og sprungur. Þetta er gríðarlega mikil vinna sem fer í að einmitt að mæla stefnu og þykktir og líka merkja alla þessar sprungur. En hérna er jarðfræðikort af Borgarfirði eystri, og þar sem við erum að tala um stórgos, þá vil ég líka segja frá merkum flíkurbergslögum eða lögum sem tengjast stórum sprengjgosum í Borgarfirðinum og Lágmundafirðinum sem finnast þar ofarlega í fjöllunum. Þau eru sum yfir 150 metra þykk og mynduðust á svipuðum tíma, eða öll þessi, þetta eru 4 eða 5 flíkurbergslög og hafa verið aldursgreind í kringum 12,5. En við vorum að ljúka þessu korti af Borgarfirðinum núna í vetur og hér sjáum þið sýnishorn af því og meira að segja er búin að skrifa grein um hana sem birtast held í tímariti Volcanica bráðum þetta svæði. En hér er mynd af gíg í Lágmundafirði sem myndaði Herfellsflíkurbergið hérna og hérna er hugsanlega gosrásin sem myndaði þetta lag og mynd sem var tekin úr flugvél 2019. En ef við segjum að hérna í þessum kvarða Way Volcanic Explosivity Index Eyjafjallajökull hafi verið hérna í kringum 3, þá erum við kannski að tala um gos hérna í Borgarfirðinum sem var milli 5 og 6 hugsanlega. Þannig við erum að tala um stór gos sem eru fátíð í íslenskri sögu. En auðvitað þetta er rannsóknarefni líka sem þarf að skoða nánar. En hér eru yfirlitskort sem sýnir dreifingu ummyndunarsteinda, sísteindir eða holufyllingar sem raða sér í beltum sem hafa þá fylst hitastigul jarðar við greftrun eða myndað umhverfis innskota, alltaf þá í kringum þessar megineldstöðvar. Og geislasteindir myndast við jarðhita og eru hluti af kolefnishringrásinni. Og í dag eru íslensk fyrirtæki náttúrulega að reyna að herma eftir þessum ferlum til að fanga kolefni. Þannig að en ég vil taka sérstaklega fram að Borgarnesafn Náttúrufræðistofnunar á Breiðdalsvík geymir borkjarna frá ýmsum stöðum á landinu og er núna í fullri notkun. Og eins og nefndi þá er líka starfsmaður
þar í hálfu starfi á vegum Náttúrufræðistofnunar sem sinnur borkjarnasafninu. Og aðilar sem rannsaka líka kolefnisförgun hafa einmitt notað borkjarna það við sínar rannsóknir. En borkjarnasafnið geymir mikilvæg jarðlagasnið sem hægt er að nota til hliðsjónar við kortlagningu. Og hér er annað yfirlitskort sem sýnir halla jarðlagana og sem er mikilvæg undirstaða við skipulagningu og uppbyggingu á samgöngu og orkudreifingarkerfi landsins, allavega skipulagningu og líka jarðgangagerð og lagningu háspennulína, jarðstrenga og svoleiðis. En eins og ég nefndi aftur, það er gríðarlega mikið vinna á bak við svona kort að mæla strik og stefnu og fá svona heildarmyndina yfir svæði. Og annað sem er mikilvægt að huga tengt þá mikilvægi kortlagningar á blágrýtissvæðum eða með breyttu loftslagi, bráðnunar sífrera, mikilvægi rigninga og leysinga eru líkurnar á skriðuföllum meiri. Og rannsóknir á skriðuföllum eru að vera að hafa góðum bergrunnskortum og í ljósi þess hversu brýnt er að finna hagnýtar lausnir til að sporna gegn manntjóni af völdum skriðufalla, þá er tímaramminn naumur fyrir kortlegginguna. Ég held að þetta sé dálítið mikilvægt atriði að við þurfum að kortleggja landið og það strax. En eins og var líka tekið fram hérna að Náttúrufræðistofnun hefur sér jarðminjaskráningu og er skráin hluti þá af náttúruminjaskrá. Skipuleg skráning jarðminja í gagnagrunni hófst 2018 og í september 2020 voru skráðar 365 jarðminjar. Og í gagnagrunninum eru meðal annars skráð flokkun og lýsing jarðminja, sérkenni eða jarðfræðilega mikilvægi, núverandi verndarstaða, aldur og ógnir. Þá eru dregin mörk jarðmyndunina og lagt mat á verndargildi jarðminja út frá viðmiðum náttúruverndarlaga. Hverju svæði fylgir heimildaskrá, ljósmyndir, teikningar og kort ef þau eru til. Og það er því sem hafi áhuga að kynna ykkur jarðminjaskráninguna, þá var skrifuð skýrsla sem heitir Framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrá 2018, svæðaval og ávinningur verndar, og hún er aðgengileg á vefnum. En góð jarðfræðileg þekking eykur verndargildi jarðminja og ég vil ljúka hér með nokkrum myndum af frægum stöðum á Austurlandi og sem eru á jarðminjaskrá. En á góðum sólardegi sem eru víst dálítið tíðir þarna fyrir austan, skartar Austurlandi sínum fegursta perlum. Og ég bara þakka fyrir mig. Kæra þakkir. Flott erindi. Eru einhverjar spurningar? Þið þurfum ekki að hrætt, sko. Þið megi alveg spyrja. Og ekkert á samfélagsmiðlum? Já, þarna kemur þið. Þakka þér erindið. Nú hafa við rætt alltaf mikið hvort sé meginlandsflís undir Austfjörðum. Er eitthvað í yfirborðsjarðfræðinni sem að þú heldur að geti lagt eitthvað til í þá umræðu? Þetta spurninguna í mikrofóna. Já, ok. Já, hann spurði hvort að meginlandsflís sem gæti hugsanlega verið undir Austfjörðum og hvort að eitthvað á yfirborði væri sönnun fyrir því eða ummerki. Ég hefði einhverja vísbendingar borð. Vísbendingar já. Eða einhverja innlegg í þá umræðu. Mjög góð spurning og hún er mjög flókin og sé erfið að tækla hana svona í stuttu máli, en til dæmis eldvirkni þarna í Borgarfirðinum sem er náttúrulega, það er gríðarlega mikið af súru bergi þar, var, já, fyrst talin vera einhver vísbending að það væri kannski eitthvað meginlandsskorpa undir því,
En það við höfum ekki getað sýnt fram í aldursgreiningu eða neitt svoleiðis. Auðvitað voru sirkon seindir úr einmitt Borgarfirðinum sem voru aldursgreind en þetta eru ekki gögn sem við höfum getað treyst eins og gæti verið einhver mengun þarna í labbinu en aldursgreiningar sem fengu á þessum sirkonum voru að gefa einmitt millisöld eða eitthvað svoleiðis. En það á yfirborðinu, já, við sjáum ummerki náttúrulega eldvirkni sem á skala sem við skiljum ekki. Ég að segja eins og ég tala þessi flæðigos og það eins og heiturreiðin sé mjög virkur á þessum tíma og náttúrulega hann hafði verið virkur alveg frá opnun Atlantshafsins þarna og við sjáum ummerki þess á Grænlandi og í Bretlandseyjum og í Færeyjum. Þannig að mér finnst að við getum útskýrt eða þykkt skorpunar þarna bara með virkni heitareitsins og þurfum eiginlega ekki flís þarna undir. En ég sem hef ekkert neitt á móti því þannig að það sé flís þarna. Við erum í Jan Mayen, það náttúrulega meginlandsskorpa og við gæti alveg tekið sig suður en mér finnst við þurfum þess að við getum útskýrt okkar uppbyggingu Íslands bara með heitareitnum. Fleiri spurningar? Og ef svo ekki, þá bara kæra þakkir aftur Birgir fyrir rólegt erindi. Nú, þá Sigurveig, þú ert næst í röðinni og þú ætlar að fara á annan heitan stað með okkur, eða ekki? Norðurlandið. Gjörðu svo vel. Já, góðan dag, kæru málþingsgestir, heyrðu mér. Ég heit semst Sigurveig og starfa sem jarðfræðingur á Ísor á Akureyri og ég hef tekið þátt í þeim hluta þessa átaksverkefnis sem snýr að jarðfræðikortlagningu í Eyjafirði og hafði hugsað mér að segja nokkur orð um það. Það var vegna fyrri samningsins sem að hér hefur verið nefndur og var undirritaður undir árslok 2018 sem við gátum sett á stað átak í jarðfræðikortlagningu í Eyjafirði og sá samningur gerði okkur kleift að ljúka við kortlagningu á 2 stórum svæðum sem að þá voru ókortlögð og það sem okkur hafði lengi dreymt að nýta þau jarðfræðikort og jarðfræðigögn sem til eru af Eyjafjarðarsvæðinu, þá ákvað Ísor að leggja helminginn af fjármagninu sem að stofnunin fær með nýja samningnum í það að tryggja framtíð bergrunnskorts af Eyjafjarðarsvæðinu í mælikvarða 1/100.000. Og þau sem hafa að mestu leyti komið að þessu verkefni í Eyjafirðinum ásamt mér hingað til eru þau Unnur Þorsteinsdóttir og Árni Hjartarson sem bæði eru jarðfræðingar en auðvitað hafa fjölmargir aðrir komið að verkefninu á einn eða annan hátt og hlutverk Ísor í þessu korti að kortleggja berggrunninn á svæðinu og koma með tillögur staði á jarðminjaskrá á meðan Náttúrufræðistofnun kemur að kortlagningu þykkra lausra jarðlaga og sér skráningu jarðminjaréttar og öðrum stöðum og auk þess hefur Náttúrufræðistofnun séð loftmyndatöku úr flugvél og þannig hafði þau safnað gögnum sem að gera okkur kleift að búa til þrívíddar líkan af Eyjafjarðarsvæðinu. Í Eyjafirðinum erum við að
kortleggja jarðlög sem eru mynduð að mestu leyti fyrir það bil 5 til 12 miljón árum og tilheyra þá að langmestu leyti þeim hluta berggrunnsins á Íslandi sem myndaðist á jarðsöguskeiðinu míósen, rétt eins og jarðlagastaflinn á Austfjörðum og Vestfjörðum. Og eins og kom fram í erindinu hans Birgis þá eru berglögin í þessum míósenstafla að langmestu leyti basalthraunlög, gjarnan með þunnum setlögum inn á milli, og í þessum gráleita og tiltölulega einsleita basaltstafla sjást sumstaðar litríkari og fjölbreytilegri myndanir sem eru þá ummerki fornar og löngu kulnaðar megineldstöðvar og nokkrar slíkar setja svip á fjöll við Eyjafjörð. Og þennan míósenstafla kortleggjum við að mestu leyti þannig að við fikrum okkur upp eftir staflanum, gjarnan eftir giljum og gljúfrum því að þær eru bestu opnunar og mælum í leiðinni þykktir og greinum berggerðir allra jarðlaga sem að vegi okkar verða og mælum líka í leiðinni fornar segulstefnur hraunlagana og þannig mælum við upp svokölluð jarðlaga og segulsneið og við skráum auðvitað hjá okkur í leiðinni ýmsar upplýsingar ýmislegt fleira svo sem bergganga og misgengi, jarðlagahalla og ummyndunarsteindir og fleira slíkt. Þannig að kortlagning í míósenstaflanum er svolítið frábrugðin kortlagningu á virku gosbeltunum og er gjarnan nokkuð seinlegri. En engu að síður þá störfum við samkvæmt þeirri sýn að kortlagningu Eyjafjarðarsvæðisins verði lokið árið 2025 og það getum við vegna þess að heilmikið hafi verið skrifað og rannsakað í tengslum við jarðfræði í firðinum áður en þetta átaksverkefni hófst og fjölmörg smærri jarðfræðikort höfðu verið unnin sem eru í ýmsum mismunandi mælikvörðum og þessi litlu kort þekja stóran hluta Eyjafjarðarsvæðisins og þess vegna getum við stefnt á það að ná að fara yfir þau svæði sem eftir standa á þessum 5 árum sem að núverandi samningur nær yfir. Þannig að Eyjafjarðarkortið verður byggt að miklum hluta eða stórum hluta á litlum kortum sem eru í ýmsum mismunandi mælikvörðum og einblína flest á lítil afmörkuð svæði og þetta eru þá aðallega jarðfræðikort sem voru gerð í tengslum við jarðhitarannsóknir en líka kort sem voru vegna jarðgangagerðar og þessi kort voru þá aðalega unnin fyrir Hitaveitu Akureyrar og Norðurorku en einnig eru þarna kort sem voru unnin fyrir aðra aðila eins og Vegagerðina, Svalbarðsstrandarhrepp, Grýtubakkarhrepp og Hörgársveit, svo eitthvað sé nefnt. Og svona kort sem eru gerð vegna jarðhitarannsókna og jarðgangagerðar, þau þarf að gera í nákvæmum mælikvarða og þá er einmitt gott að hafa stærri kort til að byggja á, eins og til dæmis kort í 1/100.000, en hérna var auðvitað ekkert slíkt til staðar, þannig að hér verður rauninni byrjað á öfugum enda, en við lítum náttúrulega á þetta átaksverkefni sem tækifæri til að nýta þessi litlu kort til að sjá stóru myndina. Og sem dæmi þessi litlu kort má til dæmis nefna sérstakt berggrunnskort sem var gefið út af Akureyrar og nágrenni og hefur komið út í 2 mismunandi mælikvörðum, annars vegar einum á móti 50.000 og hins vegar einum á móti 25.000. Og hérna mætti nú kannski taka það fram að litirnir í þessum kortum eru alltaf þeir sömu þar sem
blái litir eru notaðir fyrir dílalaust basalt eða þóleit og grænir fyrir dílabasalt og ólívinbasalt og bleikir og fjólubláir tákna þá andesít og gulir líparít en setlögin eru sýnd með brúnum litum og straumvatnaset og urðarhaugar sem liggja ofan á berggrunninum eru sýnd með gráum litum. En auk Akureyrarkortsins hafa verið gefin út kort af ýmsum afmörkuðum svæðum, til dæmis af Árskógsströnd, Vaðlaheiði, Fnjóskadal og Svalbarðsströnd og Dalsmynni og Höfðahverfi og þessi 7 pínulitlu kort voru gefin út árið 2004 af helstu vinnslusvæðum Norðurorku og langflest kortin voru gefin út á tímabilinu frá 1999 til 2008 en eftir það var kortlagningavinnan orðin þó nokkur stopulli en þetta litla kort af Laugaeyri í Hörgárdal var nú samt gefið út árið 2013 og síðan mætti nefna að árið 2017 kom út skýrsla sem sýnir jarðfræðina á hafsbotni í Eyjafirði sem byggist á fjölgeislamælingum og þær sýna til dæmis hverastrýtur og önnur ummerki bæði virkan og kulnaðan jarðhita og neðansjávarskriður og ýmislegt fleira. Og þessi kort sem hér hafa verið nefnd eru sem sagt til í landupplýsingakerfinu en það eru ýmis fleiri gögn sem við getum nýtt okkur til viðbótar við þetta. Til dæmis hafa verið birt í ýmsum vísindagreinum jarðlagasnið ásamt mælingum á fornum segulstefnum hraunlaga og þá ber helst að nefna snið frá Kristjáni Sæmundsssyni á Tröllaskaga og frá Jankin og fleirum á Flateyjarskaga og auðvitað frá Leó Kristjánsssyni og fleirum í Eyjafjarðardal og í Öxnadal. Og þetta eru sem sagt jarðlaga og segulsnið sem birtust í vísindagreinum árið 1980, 85 og 2004. Og jarðfræðilegar athuganir Kristjáns Sæmundssonar vegna Héðinsfjarðarganga þar nýtast okkur líka vel í Eyjafjarðarkortið og líka þetta jarðfræðikort sem Hallgrímur Daði Indriðason birti í meistaraprófsritgerð árið 2002 þar sem hann gerði umfangsmiklar rannsóknir á berggrunni og brota jarðfræði svæðisins austan Siglufjarðar, Siglunes og inn í Héðinsfjörð og þá hefur jarðfræðingurinn Kirby Young unnið ásamt fleirum í mörg ár af því að kortleggja jarðfræðina á Flateyjarskaga og Árni Hjartarson hefur undanfarin ár verið að kortleggja heimadalinn sinn, Svarfaðardal og þó að ýmis gögn frá Kirby og félögum hafi birst í vísindagreinum þá er berggrunnskortið sjálft ennþá óútgefið og gögnin hans Árna úr Svarfaðardal eru líka óbirt en bæði Kirby og Árni hafa veitt okkur góðfúslega aðgang að sínum gögnum þar sem þeim umhugað að þau verði varðveitt og að þeim verði komið á framfæri og það einmitt eitt af markmiðum þessa átaksverkefnis að leita leiða til þess að varðveita gögn sem eru í einkaeigu og að stuðla að því að óbirt gögn komist í birtingu og nýtist öllum. Og síðan hef ég sjálf verið að vinna að því undanfarin ár að kortleggja svæði sunnarlega í Eyjafjarðardal og það hluti af doktorsverkefninu mínu og nýtist vel í Eyjafjarðarkortið. Þarna situr hin forna og löngu kulnaða Torfufells eldstöð og miðja hennar nokkurn veginn í Torfufellsdal sem heitir reyndar Villingadalur hinum megin við ána. Og þarna höfum við fundið
fjölmargar áður órannsakaðar og óþekktar jarðfræðiperlur, til dæmis ummerki fornar gosrásir sem leiddu líparítkviku alla leið til yfirborðs og fæddu líparíthraunin sem sjást þarna í fjöllunum. Og ein þeirra hefur varðveist þannig að hann sést liggja óslitið í gegnum undirliggjandi basalthraunlög og upp í líparíthraunin sem hann fæddi. En svona þversnið eru mjög sjaldséð, þannig að þetta er stórmerkilegt fyrirbæri sem ekki margir vita af. Og bara örstutt frá veginum sem liggur inn í Villingadal, þar er hægt að standa og virða fyrir sér opnu í árgili Torfellsár sem sýnir okkur á snilldalegan hátt hvernig leiðirnar sem að líparíttkvikan notaði til þess að ferðast og brjóta sér leið í gegnum basalthraunlega stafla upp í átt til yfirborðs. Og í syðri kanti megineldstöðvarinnar, rétt sunnan við fremsta bæinn í dalnum, höfum við fundið Flíkruberg sem er merki að þarna hefur orðið gríðarmikið sprengigos þar sem gosefni hefur ætt fram sem gjóskuhlaup eða eldský. Og í þessu Flíkrubergi og líka í fleiri líparítssýnum höfum við fundið örsmáa sirkonkristalla sem gerði okkur kleift að gera mjög nákvæmar hágæða aldursgreiningar á megineldstöðinni sem sýna að hún er 7 milljón ára og þar með 2 milljón árum eldri en menn héldu. Og það eru fleiri megineldstöðvar, fornar megineldstöðvar á Eyjafjarðarsvæðinu og þær eru flestar meira og minna órannsakaðar og aldursgreindar. En átaksverkefni hófst fyrir rúmlega 2,5 ári eftir að fyrri samningurinn hafi verið undirritaður og þá byrjuðum við á því að taka saman öll landupplýsingagögn sem voru tiltæk og samræma þau og síðan var farið af stað í skipulagðar ferðir í mörkina til þess að kanna ókortluð svæði og við höfum ákveðið að ljúka við áfanga á 2 svæðum á þessum 2 árum, annars vegar í Eyjafjarðardal á milli Akureyrarkortsins og Torfellskortsins og hins vegar innst í Hörgárdal og í Öxnadal. Og hérna sjáum við rammana utan þessi 2 svæði og líka stafina sem við fórum á þessum 2 svæðum. Og á báðum svæðunum þá fórum við á nokkra staði og mældum upp jarðlaga snið og mældum fornar segulstefnur hraunlaganna og höfum það helst í huga að ná góðri heildarmynd af jarðlagastaflanum og tengingum við þau gögn sem að til voru. Og við náðum með þessari vinnu sem við unnum þessi 2 sumur að safna gögnum sem við gátum tengt við þau kort sem til voru af aðliggjandi svæðum og erum þar með mjög sátt við árangurinn í þessum fyrsta hluta átaksverkefnis. Til dæmis fundum við þessa þykku andesítsyrpu í Eyjafjarðardal sem liggur eftir endilöngu Möðruvallafjalli og langt inn á Mjaðmárdal og við gátum tengt við andesít á sunnanverðu Akureyrarkortinu og þannig kom í ljós að þessi syrpa virðist ná miklu lengra suður heldur en menn héldu og þannig kom líka í ljós að líparítblettur sem að lengi hefði verið merktur á jarðfræðikort í Mjaðmárdal, hann er í raun ekki til, heldur er þessi ljósi blettur sem þarna sést í fjöllunum, hann er í raun að vera andesít. Og hinum einn í dalnum í Hvassafellsfjalli rákumst við á þetta sérkennilega hraunlag þar sem ávalir hnullungar raða sér upp neðarlega í hraunlaginu
og virðast vera óskyldir hraunlaginu þar sem ásýndin er önnur. Og þarna dettur okkur helst í huga að vatnsnúnir eða veðraðir steinar hafi einhvern veginn náð að þvælast upp í hraunið þegar það rann, en ekkert okkar hefur reyndar séð neitt þessu líkt áður. En þarna sátum við Unnur reyndar og borðum hádegismatinn okkar og hún var kasólétt og horfðum á skriðu falla hinum megin í gílinu og vorum þá frekar fegnar að hafa ekki ákveðið að vera þeim megin. En í Öxnadal er auðvitað hinn forna Öxnadals eldstöð og eins og almennt gildir megineldstöðvar þá eru bergtegundirnar mun fjölbreytilegri og jarðlaga skipanir er margfalt flóknari innan hennar heldur en í hinum umliggjandi basalthraunlega stafla. Og þarna höfum við meðal annars kortlagt gríðarmikla fyllu úr súrri og ísúrri gosbraggsíu og skriðuseti sem við teljum vera öskufyllingu megineldstöðvarinnar. Og hinum megin í dalnum rákust við á þetta eldrauða flíkurubergslag sem við sáum á 2 stöðum og gátum því auðveldlega rakið eftir endilöngu fjallinu. Og síðan heldum við kortlagningavinnunni áfram núna í sumar og höfum unnið verkáætlun þar sem fram kemur að við ætlum næstu árin að vinna á svæðum sem er austan og vestan við fyrri kort og höfum líka út til grófa tímaáætlun það hvernig við höfum hugsað okkur að fikra okkur í gegnum þessi svæði og við höfum hingað til náð það bil 12 vinnudögum í mörkinni á hverju sumri og það finnst okkur vera góður dagafjöldi til þess að ná að vinna þetta kort í þessum skala á nægilega góðum hraða til þess að geta stemt á að klára það á samningstímanum. Og við höfðum gert ráð fyrir því að nota 1 vinnudag eða svo í sumar í loftmyndatöku úr flugvél og hann Birgir, Náttúrufræðistofnun, hann tók það alveg að sér og náði frábærum myndum á völdum stöðum í Eyjafirði sem að koma til með að nýtast okkur mjög vel og á ýmsan hátt og þarna voru myndaðir fjölmargir dalir sem eru afskekktir og illfærir og snarbrattir klettar sem eru oftar en ekki illfærir eða ókleifir og úr þessum gögnum getum við búið til þrívíddarlíkön af öllum þessum stöðum sem að við getum nýtt til þess að gera óteljandi mælingar og athuganir. Þannig að þessi 4 tíma flugferð hún sparaði okkur fjölmarga vinnudaga í mörkinni. Þannig að við erum hæstánægð með að fá að vinna með Birgi og öllu því góða fólki á NÍ sem að þessi verkefni kemur og hlökkum til að halda áfram þessari góðu samvinnu. Kærar þakkir, frábært erindi. Nú eru spurningar það ekki. Ég meina, einhvern veginn þá var mér hugsað til Fagradalsfjalls þegar ég sá þessar hnullunga þarna inn í hrauninu. Já. Nú virðist vera þjóðaríþrótt þeirra sem að heimsækja nýja hraunið í Fagradalsfjalli að henda grjót í það. Hverjir voru að henda þessu grjóti? Það er spurning. Þannig að þetta er mjög athyglisvert og gaman að sjá þetta hvernig þetta leit út. Engar spurningar á... Jú? Ég bara spurði það sem margs konar gögn sem að tengja svona kortum. Til dæmis bara segulkort eða eitthvað slíkt. Já. Hefur verið að setja svona gögn inn á það svona fyrir framtíðina? Ég hef sett einhver... Já, ég þarf að vista að... Já. Þú ert að tala gögn sem fyrirliggjandi gögn
sem að segulgögn og annað slíkt? Til dæmis bara segulgögn af hraunlögum, normalt og öfugt segulmagn á Já, þú ert að meina takið í leiðinni í prófílunum. Þú ert að meina, segulstefnur hraunlagana. Já, Er þetta eitthvað gögn sem að þið hlaðið þeir líka eða? Ég teikna alltaf upp jarðlagasniðin, jarðlag- og segulsniðin í sérstakt layer sem er svona outcrop layer, þannig að það er alltaf, því er alltaf haldið til haga og já, svo hef ég byrjað að teikna þetta svolítið nákvæmt og svo verður að kannski að einfalda það þegar stóra kortið verður gert. En mér finnst mikilvægt að halda þessu til haga, þetta sé þarna allt. Hvað þá með jarðefnafræði? Hann spyr jarðefnafræði. Ég er ekki byrjað að setja það inn, en það má athuga það. Nei, en þetta er ekki hluti af þessari skipulagningu hjá ykkur að taka önnur gögn með í þessa kortlagningu. Við erum aðalega náttúrulega að kortleggja berggrunnin í þessu korti. Við erum enn að safna saman alls konar gögnum, sko. Ég myndi segja það, við myndum alveg vilja það að hafa nokkrar efnagreiningar líka með í þessu ferli, aldursgreiningar. Það er nokkar svona upp á checkið, við erum mikið að skoða það saman, en það er alltaf eitthvað hér og þar sem væri gott að checka. Við tökum náttúrulega alltaf sýni, sérstaklega ef það er eitthvað svona óöruggt sem er þá hægt að efnagreina seinna. Báðar stofnanirnar hafa gagnagrunn eða safna saman grunni af efnagreiningu sem eru aðgengilegt. Það er ekki ykkur líka. Já, það er mjög mikil vinna að vera kannski taka sína völlu. Það er náttúrulega eru sérhæfverkefni í það. Við myndum þetta ekki geta sinnt í, en allavega eitthvað. Já, því við erum með hnitapunkta. Það tengja svo mörg gögn við hnitapunkta. Sko ég er búin að gera það í Torfellskortinu. Þá er þetta allt, allir punktarnir sem voru efnagreindir, þeir eru komnir inn í landupplýsingakerfið og efnasamsetningin. Það er náttúrulega mjög nákvæmt kort. Það var í NAGTEC-verkefni sem við vorum hluti eftir nokkrum árum. Það var skipt eftir svona sérfræði hópur, sérfræði sviðum og það var einnig efnafræði hópur og þar voru teknir saman allar fyrsta efnagreiningar fyrir landið sem við höfum meðal annars notað í þann grunn í vatnsaflsfræðiverkefnum. En eru ESOSar í þessu verkefni núna til þess að leggja sín, eru ESOSar til þess að vinna þeir áfram en að koma efnagreiningar út? Það kostar, já. Það verður ég segja pási. Það væri kannski hægt að nota efnagreiningu pási. Við höfum látið efnagreiningu eitthvað að gjóskulaða sínum. Ok, ykkur fleiri spurningar eða komment? Útur? Ég spyr alltaf einhverjum spurningum. Hafið einhverja hugmyndum hvað í þessum basaltstaflum, hvað hraunið getur verið runnið langt? Það er spurning úr sal hvort að þið hafið einhverju hugmyndum hvað hraun í þessum basaltstöfnum geta runnið langt. Já, ég hef það allavega en Ég held að Birgir hefur mesta yfirsýni við það, held ég. Er það ekki? En allavega ég rannsakaði til dæmis í mínu doktorsverkefni 3 syrpur, eina ólífbasalsyrpu eða 2, eina dílabasalsyrpu, grænvatnssyrpuna og svo þetta 3 ólífbasalsyrpur og það er þykna svona í áttina að berggangssaumunum og ég tekur 2 snið í gegnum eitt af þessum þólífskum syrpum, þá var 1 snið með 15 hraun, svo bara eftir einhverja 4-5 kílómetra, þá
var Sippan komin í bara 6 hraun. Svo bergnámshraunurinn hérna og það voru tugir hrauna. Og það virtist vera að hraunin voru eiginlega bara, ef það gefið þér að hraunin hafa komið upp úr þessum bergnámshraun og flætt frá honum og svo til austurs, allavega það það sem við höfum í opnunum, að þá vorum við að mæla svona cirka 15-20 km fyrir þessi hraun, sem eru ekki í Miklavegarliðinu, en samt eru sprungurnar 50 á alveg upp í 80 km. Þannig að þetta eru stór sprungugos og það er komið upp flætt þessar 15-20 km og stoppað. Þannig að allavega í þessu og þetta var nýstan eiginlega fyrir alla þessar 3 ár. Líka vorum við í Basalti þótt að það hafi verið í þessum tónlísku sínum, þá vorum við að tala berggerð sem er svona symphoflows, það er þessar pönnukökur. En í Óli-Basaltinu þá var þetta meira svona compound eða samsett hraun. Compound, þetta eru svona, þau flæða eftir náttúrulega landslæginu og búa til rásir og er með þannig brotnu upp í fullt af sefum. Þau voru líka samt virtust vera að flæða bara kringum 15-20 km frá bergnámshraun. Hefur einhver hugmynd landhallan þegar að hraunin var að renna? Já, þessi stóru flæðibasalthraun, þeir virðist bara að vera að stóra þau, bara eins og að flotakór, bara að vera að flytja út landslagið, þannig að það hefur verið frekar flatt, 1-2 gráður. Svo er náttúrulega eitthvað smá landslagi kringum Einarstöðarnar, en þessi stór gos eru svo öflug að það voru eiginlega ekki, það myndaðist aldrei neitt svona eitt rosalegt landslag, myndi ég segja, meira sig kringum Einarstöðar, út af þessu stóru flæðibasalthraun. Það er mín tilfinning þarna og eitthvað sem ég sá út frá einhverjum svona líkurum sem ég bjóð til. Það bárust 2 spurningar hérna á gegnum samfélagsmiðla. Áskrifið þið óvenju umfangsmiklar segulmælingar á yfirborði eru til á Eyjafjarðarsvæðinu. Hafa þau verið notuð til að metta gagnageymleika? Já. Er hann þá ekki að vísa í þessa sniðin sem er í vísindagreinunum? Þetta er spurningin Við ætlum að nota þessi segulsnið í kortið. Svo kemur Ívar hérna með spurningu, er ætlunin að birta kortalýsingar, skýrslur með þessum kortum sem skýra fyrirbæri á kortinu, tilurð jarðlaga og þess háttar? Hvað segir? Birta? Skýrslu, já. Upplýsingar sem að fylgja kortinu. Já, það var alltaf hugmyndin, er það ekki? Jú, það hefur ekki verið gert ráð fyrir því inn í þessum fjármagni. Ástundar hefur verið á kortunum, á gjútkortin. En það hefur verið rætt og stefnaði á okkur að birta skýrslur Já, en við höldum náttúrulega alltaf jafnóðum utan allt sem er notað í kortin, þannig að það er hægt að nota það í skýrsluna og kannski ekki mikið mál að skrifa hana. Jafnfraði kortakvögn Já. allar ástundur. Nú langar með þess að fara niður á við. Það er til fjöldi borhólan, ef við tökum bara Eyjafjarðarsvæðið. Það er til fjöldi 20 km borhóla. Það sem búið að gera stratigrafi og svo sem er svo ummyndun, útfellingar og slíkt. Myndi ég geta hugsað ykkur að tengja þetta einhvern veginn inn í gagnagrunnin? Já, það er góð hugmynd en það hefur ekki verið rætt. Ísor hefur náttúrulega meðan unnið svona líkun af ákveðnum stöðum, helliseiði og annað, þú veist með 3. líkun að jarðfræði staflanum. Ástæðan í þessu verkefni er náttúrulega að byrja að klára kortleiki yfirborðið áður en við förum að þetta en þetta eru allt gögn sem eiga heima og eru bara í framhaldinu. Auk þess að kortleikja betur höggun, vatnafar, jarðhita, slík svona önnur sérkort. Það þarf að gera innspýtingu í því
líka. Það Þannig að það er þá ennþá mikilvægt að ljúka þessum fasa, leggja meira kraft í hann og samhliða að reyna að nýta öll. Það er bara í upphafsku endin ráðan og bara að búa til svona þrívítar líkön með öllu sem hitapunktur sem er náttúrulega til, bæði borunum og náttúrulega uppi, allir ummyndunarkort, að bara hugsi fyrir því að gagnabankinn, hann innifelur öll þessi kort líka. Ef einhver vil fara í það, þá er búið að búa til grunninn fyrir Það er alveg margt af þessu komið inn í þrívítalíkön eða eitthvað allavega. Þetta er bara svona hugmynd að jarðfræði banka fyrir allir Ísland. Þannig að háskólinn, allir sem gera rannsóknir í Íslandi, leggja inn sín gögn og sína rannsóknir inn í gagnabanka þegar þau eru búin að birta og það væri bara ásnjátt og nauðsynlegt. En þessu þarf að fylgja náttúrulega hugmyndir og stórverkefni til lengri tíma. Þetta kemur svolítið inn á bara pælingu sem hefur verið mjög mikið í gangi í vísindasamfélaginu sem við opin gögn og mörg lönd í kringum okkur hafa sett sér svona bara mjög klára og skýra stefnu um hvernig gerir öll svona gögn aðgengileg. En þetta einhvern veginn hefur ekki alveg náð flugi hérna heima. Það er þessi vefur Ísland.is, það er svona ákveðið svæði fyrir þessa pælingu sem stofnanir hafa getað tilkynnt sig inn að hafa sín gögn opin en svo er það uppfært svo árum skiptir og eins og Ögmundur segir og eins og við vitum að það bara snýst þetta fjármagn og að það sé einhver fengið í verkefnið og að það sé það þarf að fjármagna því að það er mjög auðvitað að byrja með eitthvað, henda eitthvað út, byrja og svo er það ekki við. En þetta er klárlega á ræðarfum Við menntamálaráðuneyti hafa verið að spá mikið í hvernig sé hægt að útbúa svona grunngerð einhver eða grunn svona gátt fyrir Ísland og gögn frá alls konar íslenskum stofnunum. Það hefur ekki komist langt svo við það. Kannski þetta bæti þetta sem er gott en smásýnd að allir okkar stæðstu gagnasamantæktur og gagnabankar sem hafa byggst upp, þeir hafa komið í gegnum erlend verkefni, Evrópustyrkt verkefni og fjármagn erlendis. Þannig að þetta er eitthvað sem að stjórnvöld í Íslandi myndu huga betur að almennt. Það komið 2 komment aftur á Ásgrímur sem var með segulmælingarnar. Hann vísar í segulmælingar Orkustofnunar cirka 1975-78 sem Axel Björnsson sá segir viðstættu mögulega meira mér. Og svo er eitt sem að spyr viltu líka birta skýringar til viðbótar við kortið og tækir það til sig þeir sem að eiga. Skýringar á litunum sem er á kortinu þá eða? Þetta er mjög stutt spurning og já. Þetta er bara einlega Eða jónum bara- að það svarta gæti- skýringar með Já, það gæti þá Ákveðin. verið í skýrslunni sem að Heyrðu, aldeilis ljómandi, kæra þakki fyrir þetta og takk fyrir þessi frábæru 3 erindi. Það búið að vera mjög fróðlegt og gaman að hlusta á okkur. Já, róleg. En núna kemur rúsinu pilsuöndan, framtíðarsýnin og ætlar þú ekki að hefja? Herdís, gerðu svo vel. Já, ég ætlum að vera stutt orð með minn kafla allavega. Við ætlum að segja hérna aðeins frá skýrslu sem var unnin í tíð fyrri samnings sem sagt framtíðarsýn, hvert við viljum fara með þessu verkefni og hvernig við sjáum fyrir okkur að halda þessu áfram. Og ég ætla bara aðeins að innleiða þetta, annars er það hann Ögmundur sem ætlar að tala og þetta er vinna sem hefur verið unnin af öllum í þessum hópi og náttúrulega miklu fleira fólki. Þetta er samstarfsverkefni á bara mjög stórum skala myndi ég segja. Og við erum
þessi skýrsla var sem sagt unnin hérna í lok árið 2020 og þetta sko þó Ögmundur komi hérna og kynni þá þetta framtíðarsýn allra aðila sem koma að samningnum og þetta var unnið í nánu samræði við hérna ráðuneytið og það okkar sýn sem sko stjórnvalds á þessu sviði að þetta nái að verða veruleika. En hins vegar erum við alltaf háð fjárveitingum frá stjórnvöldum hvers tíma og háð bara pólitíkinni, svo við segjum það bara alveg hreint út. Þannig að við kannski viljum gera betur en við getum lofað að við munum síðan gera. Eins og Mummi var að benda á, þá það bara staðreynd hvernig þessi hlutir fúnkera. En þetta klárlega sú sýn sem að við munum róa að öllum árum að láta verða að veruleika. Ögmundur. Já, og eins og ég segi, þessi skýrsla var unnin undir síðasta samning og átti að leiða svona hugmyndir manna framhaldið og þar áherslur og hvernig við getum klárað þetta verkefni að kortleggja berggrunn Íslands í 1/100.000. En auk þess í þessari skýrslu sem opin og aðgengileg einmitt sagt frá fyrstu árum kortlægningarinnar og hvað helst var í skauti þar. Nú, kannski ítreka það að við höfum átt mjög gott samstarf og þessi samningur hefur komið að góðu samstarfi. Þetta hefur ekki hægt án þess að hafa svona fjárhagslegan stuðning frá ráðuneytinu að hópinn saman og raunverulega samstarfi felst í góðum tengslum, miðlum reynslu á milli hvors annars, gögnum og öðrum upplýsingum, loftmyndatakan eins og Sigurður nefndi áðan og auk þess höfum við unnið sameiginlega að kortablöðum og sömu svæðum. Þannig að þetta bara farsælt og lofa góðu fyrir framhaldið. Framtíðarsýnin, hún var nú lögð fram í skýrslunni og það var skýrt frá öllum aðilum að raunhæf framtíðarsýn væri að kortleggja berggrunn Íslands í 1/100.000 skala á innan við 2 áratugum, 20 árum og það voru lagðar fram nokkrar sviðsmyndir í skýrslunni sem miðað við það og jafnvel ennþá metnaðarfullara hvað væri raunhæft að gera þetta á hversu hratt væri gerlegt að gera þetta ef nægilegir fjármunir fengist til og ég mun sýna ykkur það. En auk þess var hugmyndin að byggja upp þennan sameiginlega gagnagrunn yfir jarðfræðikortagögn og allar þær upplýsingar sem koma fram og eru mældar í felti og þróa og byggja upp svona sameiginlega vefsjá fyrir jarðfræðikort. Nú, þetta sviðsmynd 1 og í henni var farið yfir hvað raunhæft, hvað getum við klárað að kortleggja Ísland hratt ef til þess fengist á 100 milljónir á ári, þá var farið gróft yfir öll kortagögn sem til eru, reynda átta sig á því hvað væri mikið eftir á hverju svæði með við okkar fyrir þá reynslu sem var til innan okkar stofnana og hjá eldri starfsmönnum og þetta niðurstaðan að heildarkostnaður við að klára kortleggja Íslands í 1/100.000 1.247 milljónir pluss mínus en þetta 1,2 milljarður. Þannig og þarna vorum við að miða við að til verksins fengist þetta 100 milljónir á ári og það var hægt að ljúka þessu á 13 árum og þá myndum við gefa út 1-3 kort á hverju ári, 2-3 kort á hverju ári. Og þarna miða átæki við að það yrði þá 7-8 jarðfræðingar í fullri vinnu við þetta auk sumarstarfsmanna
í feltið á sumrin. Önnur sviðsmynd var lögð fram, það var að reyna heitloðið með að setja svolítið kraft í og gera 4 ára samning, hitt með við 13 ár, 4 ára samning og setja 100 milljónir á ári, þannig að þetta er unnur sama áætlun en bara fyrstu 4 árin. Svo var það sviðsmynd 3, þar var miðað við 55 milljónir á ári í kortlagningu, 4 ára samning, þá ætlum við að gefa út 4 kort og auk þess ná áfengum á öðrum svæðum. Þannig að en niðurstaðan og það var ekki sjálfgefið, við erum mjög ánægð með samningi sem við fengum, það var ekki sjálfgefið með við stöðuna, heimsfaraldur og kannski erfið staða í ríkisfjármálum og annað að gera samning, en það var svona gerður samningur 20 milljónir á ári til 5 ára og strax var eitt auka 10 milljónum ára, eins og 10 milljónum króna í ár eins og við komum fram, þannig að við höfum allavega 110 milljónir næstu 5 árum og vonandi finnst svigrúm til að veita meiri fjármögnum og auka fjármagni á hverju ári í framhaldinu. Og hérna sjáum þá þessi svæði sem þegar við séum þetta kort í dag sem við ætlum að reyna að ljúka þótt að fjármögnun sé ekki tryggð og vinna á hinum bláu punktasvæðunum einnig ná áföngum. En staða jarðfræðikortlagningar, þá hafa bara þessi kort verið gefin út. Þessi 6 kort sem á gosbeltunum og svo Austurlandskortið. Og það má benda það að Íslandi er svona eitt fárra landa í heiminu sem er ekki búið að kortleggja jarðfræði landsins nákvæmlega og heildstætt og nákvæmlega. Og það er ekki mörg ríki sem eru þeirri stæði og jarðfræði landið Íslands eins og ráðherrann komst að orðið áðan. Og meðan við þessa áætlun okkar um 1250 milljónir að klára kortleggja landið, þá erum við ekki alveg á góðum vegi því að þá þýðir það að við séum 50 til 70 ár að klára kortleggja landið. Þannig að við þurfum nauðsynlega að fá meira fjármagn og þá bæði frá ríkinu og jafnvel leita leiða hjá öðrum aðilum. En þarna sjáum við sem sagt tölur. Ísland 103.000 ferkílómetrar og við höfum áætlað að væri búið að kortleggja svona 39.000. Þannig að rétt svona 40%. Og það er mjög seinlegt að kortleggja þessi svæði sem eru eftir. Blágrýtistaflan og kostnaðarsamt. En loftmyndagreiningarnar hjálpa okkur auðvitað talsvert. Önnur fjármögnun, hvaða leið getum við farið og það er mikilvægt og fjármagn hefur komið í kartlagningu frá fjölmörgum öðrum aðilum og það er rétt að halda því til haga að orkufyrirtækin, rannsóknarsjóðir, vegagerðin og sveitarfélög hafa komið með fjármuni í rannsóknir sem nýst hafi í kortlagningu en við þurfum klárlega að leita leiða og eiga samtal við þessa aðila og nota þennan rammasamning sem ákveðna flugbraut í því að laða að fleiri aðila, að orkufyrirtækin taki líka þátt í að kortleggja utan gosbeltanna, utan þeirra svæði sem þeir eru akkurat á eða hafa áhuga á að þeir taki þátt í því sem sína samfélagslega skyldu. Það er ekki meira. Takk fyrir. Einhverjar spurningar? Já. Aldursgreiningar. Það er ekki með í þessu. Sigurveig sýndi fram á að ein aldursgreining þar komur mjög á
gert var fyrir aldursgreiningu hér og hefur verið tekið saman heildstætt aldursgreiningar á Íslandi. Það er spurt hvort að það sé ekki aldursgreiningar inn í þessari kortlagningu og bendir á aldursgreiningar sem að Sigurveig talaði Torfufells-eldstöðinni og er ekki gert ráð fyrir þessu verki. Það er raunir okkur frjálst ef við teljum það nauðsynlegt. Þær eru dýrar og kosta og við erum með litla fjármuni að spila og svo fyrir þetta eftir þeim svæðum sem þú ert að vinna. Jú, það er unnið með þær aldursgreiningar sem til eru en að fara í einhverja miklar aldursgreiningar er kannski ekki tímabært en það er hver og einn að meta það á hverju svæði og sérstaklega þú ert að kortleggja kannski fornari megin eldstöðvar og annað. En annars höfum við notað mikið segultímatalið við að kortleggja staflan og skil í staflanum. Það er líka mikilvægt að í þessu pakka erum við ekki að leysa alla gátur. Við teiknum kort og svo förum við með kortin til háskólana og annara og segjum hérna er fullt af vandamál fyrir. Já, og þetta eru grunnrannsóknir, má ekki gleyma því. Þannig að við höfum ekki farið, átaksverkefni hefur ekki farið í neinar aldursgreiningar eða neitt slíkt og er ekki plön það sem slíkt en það getur verið rannsóknarverkefni svo sem tengjast verkefninu eins og Sigurveigar. Þetta er þó doktorsnámið hennar sem að tengist inn í átaksverkefni og samnýtist. Fleiri spurningar? Nei, kæra þakkir. Já, nú er komið að lokum hjá okkur. Þetta er búið að vera mjög athyglivert og fróðlegu dagur. Mér hillir við að horfa á næstu 50 til 70 árin þegar við erum búin að kortleggja þannig að eins og Mummi sagði áðan að við þurfum greinilega að sparka fastar í hann ef að hann fer aftur í ráðuneytið eða hvern hann sem að þangað fer. Þetta er náttúrulega skylda okkar að kortleggja landið og vera með þessa grunnþekkingu. Það er algjört forgangsatriði og við höfum að vera miklu duglegri í jarðfræðisamfélagið, vera miklu duglegri að sparka og krefjast þess að þetta verði gert. En Herdís, vilt þú segja eitthvað að lokum eða á ég bara þakka fyrir og segja að þetta sé þá lokið þessum stór fróðlega eftirmiddegi hér á Grand Hotel. Kæra þakkir fyrirlesarar og bara kæra þakkir fyrir því sem komuð og því sem heima sitið eða eru ykkur staðar annars staðar og þá bara segi þessu málþingi lokið og bara áfram við, ekki?